neinum formlegu afskiptum af þessu ágæta þingi nema ég hafi eitthvað önnur málefni að segja, þá í formsins vegna fel ég stjórn fundarins í hendur þingforsetum og gjörum svo vel ágætu þingforseta. Ágætu búnaðarþingsfulltrúar, ég vil þakka Trausti fyrir að vera kosinn hérna forseti búnaðarþings. Þeir sem ekki þekkja mig, þá heiti ég Samúel Nustad Eyjólfsson og bý í Breiðholti Hrunamannahreppi ásamt konu minni Þórunni með nokkra kýr, hvað kringum 60. Og eigum það ekki bara að ganga til formlega dagskrár. Það er eitthvað blaði hérna fyrir framan okkur. Og þá var hérna kosninga embættismanna. Það eru tveir ritarar. Kristín Helga Orvarsdóttir, Sara Huld Árnadóttir. Það er ekki ég. Það er ekki þú. Við sýnist það líka. Svo skrifari Valur Klemensson og Guðrún Björg Egilsdóttir. Og óskaður hefur verið eftir að fundurinn verið hljóðritaður. Nú eru allir sammála að þetta sé í lagi. Er þá ekki bara næst hérna skýrsla formanns Gunnar Þorgeirssonar. Hérna kjörbréfanefndin utan það. Þá tekur hérna framkvæmdastjóri við. Gjör svo vel. Takk fyrir. Komið þið sæl. Gaman að vera með ykkur inn í dag. Kærar þakkir fyrir vel heppnaða þingsetningar athöfn. Svo fylgistu bara með fréttunum í dag, hvernig þetta verður allt saman. Hvort að við séum að fara að bjóða fram fyrir nýja bændaflokk eftir helgi eða ekki. Allavega stofninn hans verður það í dag. Ég ætla að fara renna yfir skýrslu stjórnar og framkvæmdastjóra frá síðasta búnaðarþingi. Hún liggur jafnframt fyrir í fundagögnunum. Og ný stjórn Bændasamtakanna, hún var kosin á síðasta búnaðarþingi og eftir sameiningu þá var stjórnarmönnum fjölgað í stjórninni og eru núna 7. Gunnar Þorgeirsson var sjálfkjörinn formaður og Halla Eiríksdóttir Hákonardsstöðum í Jökuldal og Halldóra Kristín Hauksdóttir á Græneggjum í Svalbarðsstrandarhreppi að þær voru kjörnar á ný. En ný inn í stjórn á síðasta ári komu Herdís Magna Gunnarsdóttir Egilsstöðum á Fljótsdalshéraði, Trausti Hjálmarsson Austurhlíð í Biskupstungum, Reynir Þór Jónsson Hurðarbaki og Jón Örn Ólafsson frá Nýjabæ undir Eyjafjöllum. Stjórn hefur núna fundað yfir 20 sinnum á milli búnaðarþinga og stjórn situr jafnframt alla þriðjudagsfundi sem eru hvern þriðjudag eins og orðið gefur klukkan 9 og þar sem fundað með formönnum allra búgreinadeilda. Framkvæmdastjóra RML og formanni Ungra bænda. Eins og
Þið vitið að þá var það hinn 20. desember sem ríkið og Félagsstofnun stúdenta undirrituðu samning að kaupa Hótel Sögu í Vesturbænum. Við fórum strax á síðasta ári í það að reyna að finna okkur nýtt húsnæði. Við skoðuðum fyrir ofan Ártúnsbrekkuna og lengra en Hvalfjarðargöngin, þannig að við skoðuðum á fjölmörgum stöðum hvaða gerðum ýmsar greiningar hvað verið hagkvæmast fyrir og hvernig starfsmönnum eru best þjónað. Það endaði þó þannig að við erum komin í Borgartún 25 og gerum þar samning leigu á 308 fermetra atvinnuhúsnæði sem er núna til 5 ára en sem síðan framlengist þá sjálfkrafa 1 ár í senn sagt. Og jafnframt gerðum við ótímabundinn leigusamning starfsaðstöðu einn starfsmanns sem er í Skagafirðinum og það húsnæði er hjá Vegagerðinni. Það hafa verið talsvert af breytingum núna síðasta árið. Hjá okkur starfa í dag 25 einstaklingar, þar hafa verið 23 í ráðningarsambandi við Bændasamtökin og 2 starfa í verktöku í tengslu við sérverkefni. Kári Gautason, hann lét af störfum snemma á árinu 22 og var aðstoðarmaður matvælaráðherra. Og svo hafa svona týnst inn komið 3 inn þá í staðinn en ekki gaggirt að Kári hérna var góður starfsmaður en þá voru samt 3 sem voru ráðnir þar inn. Umhverfisfræðingur, fyrsta skiptið sem Bændasamtökin hafa umhverfisfræðing, það kom til okkar Guðrún Björg sem er sérfræðingur fyrir Nautgripadeildina og annar lögmaður. Við höfum svo síðan bætt jafnframt inn á Bændablaðið og í markaðsteymið okkar vegna þess að við erum svona að horfa til þess til framtíðar að reyna að auðvelda okkur í að miðla okkar ásýnd bara á samfélagsmiðlum og rafrænt og þess vegna er þetta þing rafrænt og með nýrri fundagátt og nýrri heimasíðu. Við erum komið með nýja starfsáætlun sem er inn á heimasíðunni hjá okkur sem gildir út þetta ár og næsta ásamt starfsmannahandbók og skipuriti sem staðfest var að stjórn bara í upphafi ársins. Höfum svo síðan yfirfarið jafnframt aðgerðaáætlun okkar gegn einelti og kynferðislega áreitni á vinnustað sem gildir jafnframt fyrir þá viðburði sem eru haldnir fyrir Bændasamtökin og það hefur enn og aftur verið staðfest af Vinnueftirlitinu. Miðað við stöðuna síðustu áramót þá hefur Bændasamtökin félagsmönnum frá síðasta búnaðarþingi allavega fjölgað 25% og það er áframhaldandi verkefni stjórnarinnar að fjölga félagsmönnum og jafnframt að taka og að þessu þingi að taka til vel ígrundaðrar skoðunar og athugunar hvernig við munum fjármagna okkur svona til framtíðar litið. Vegna þess að verkefnin eru ærin. Starfsfólki vinnur í aðdraganda til að mynda eins og þessa þings myrkran á milli fyrir ykkur til þess að þetta raungerist en jafnframt erum við að einbeita okkur að stórum málum sem kannski einhverjum ykkar hefur eflaust bara dreymt og það er einmitt svo gott að nefna þá líka það bara þetta markaðsstarf og þetta samstarf sem við þurfum að eiga við þessa aðila sem eru þarna úti með okkur og jafnframt líka að huga að þeim málum sem hafa eiginlega bara legið hjá bændum mjög lengi og til að mynda eins og bændageði sem er mjög farsælt verkefni og við erum einstaklega stolt af. Það eru starfandi 700 starfshópar á vegum stjórnvalda, starfshópar og nefndir. Bændasamtök Íslands sitja í að ég held 50 slíkum hópum og við tilnefnum allavega í þá hópa og starfshópa og við reynum yfirleitt að gera það með okkar starfsfólki og þeim sem eru fyrir viðkomandi búgreinadeildir og ef það eru eitthvað svona sérstök atriði svona eins og dýralæknaráð og ýmislegt annað þá reynum við náttúrulega sjálfsögðu að leita á þau mið. Það var ýmislegt sem hefur gerst svona hjá okkur á árinu sem hefur náð að klára og þá er ég að tala svona ýmis verkefni sem við höfum talað dálítið lengi og það er til dæmis í 13 ár var þetta þing til dæmis búið að tala mikið að halda sérstakan dag landbúnaðarins til að tala um framtíðina og grænu skrefin í íslensku landbúnaði
og það raungerist á árinu í aðdraganda landbúnaðarsýningarinnar. Við kláruðum skýrslu og leiðbeiningar smitvarnar átak í landbúnaði og þið getið nálgast þær upplýsingar á heimasíðunni hjá okkur og jafnframt útprent til þess að geta setið inn í þá fyrir utan gripahúsin og þegar gestir bera að garði, bæði á íslensku og ensku. Við höfum líka komið á framfæri ýmsum þáttum sem þarf að tala sérstaklega fyrir, svona eins og skýrslu nauðsynlega byrji til þess að tryggja lífsafkomu þjóðarinnar á hættutímum og sá starfshópur, hann var ræstur út af forsætisráðuneytinu í samstarfi við almannavarnaráð eða þjóðaröryggisráð, já. Og við munum svo vinna með þeim aðgerðaáætlun svona í framhaldi því á vordögum. Það eru svo síðan ýmis mál sem þið getur bara glöggvað ykkur á í skýrslunni. Ég ætla ekki að tæpa á því neitt mikið meira en það hefur verið starfshópur tryggingavernd bænda og það var mikill áfangi í að ná þessari hóptryggingu fyrir bændur í aflýsingu. Við höfum verið að vinna eins og Þórhallur komst að áðan með viljayfirlýsingu Bændasamtaka og Landhelgissamtaka Íslands og höfum verið að horfa til þess að einbeita okkur að aðgerðum sem snúa að loftslagsvegvísum atvinnulífsins sem risastórt verkefni umhverfisráðuneytisins sem við tökum fullan þátt í sem hefur það markmið að finna aðgerðir til að ýta atvinnugreininni átt að loftslagsmarkmiðunum. Þannig að við séum í raunveru líka að horfa á bindingu en ekki eingöngu losun og við séum að horfa í átt að aðgerðum sem raungerast í rauninni sem bændur eru sjálfur eiga frumkvæði að og hægt að vinna og eru raunhæfar. Og það mjög mikilvægt að taka þátt í slíku verkefni og samráði. Það var ekki mikið fleira frá mér og svo bara eru velkomna spurningar. Við munum svo síðan fara sérstaklega yfir reikningana og stöðu félagsins á eftir í ársreikningum á eftir. Takk fyrir. Við þökkum Vigdísi kærlega fyrir, en af því að þau eru svo rosalega rösk, þingforsetinn sem er með mér og Vigdís, að þá eru þau aðeins komin fram úr mér í dagskráni. Þannig að ég ætla svona aðeins áður en ég hleypi þeim að með peningana að fara yfir svona smá praktísk atriði viðbót. Það er sem sagt að leggja formlega fram þau mál sem hafa borist. Það eru sem sagt gögn inn á fundagáttinni. Það eru innsend mál, það er fjárhagsáætlun sem þeir peningamennirnir okkar ætla aðeins að gera grein fyrir á eftir og drög að fjárhagsáætlun til næstu 3 ára. Þannig að þetta er þá hér með lagt fyrir fundinn og vísast til þess að þetta liggur þarna inni á fundagáttinni. Síðan er það kjörbréfanefndin, hún hefur sem sagt lokið starfi sínu og við ætlum aðeins að fara yfir það. Það er sem sagt þannig að hún hefur skoðað sem sagt fulltrúalistan eins og hann liggur fyrir inni á fundagáttinni líka og samþykkt. En mig langar aðeins til þess að lesa upp fulltrúana og biðja ykkur að standa upp svoleiðis að við forsetandi getum aðeins kynnt okkur andlitin áður en við förum inn í almennar umræður. Þá byrjum við að sjálfsögðu á sauðfjárbændum og þar fremst í flokki er Ásta Fönn Flosadóttir. Takk. Svo er það Björn Ólafsson. Svo er það Guðfinna Harpa, hún stendur hér. Hulda Brynjólfsdóttir sem kemur inn sem varamaður fyrir Jóhann Ragnarsson. Jón Árni Magnússon. Jón Bjarnason. Jón Björgvin Vernharðsson. Logi Sigurðsson. Magnús Örn Valsson. Ragnar Jónsson og Ragnar Lárusson kemur ekki og það var ekki tök á að boða varamann fyrir hann. Þá er það Sigurborg Hanna Sigurðardóttir, Sveinn Rúnar Ragnarsson, Vilberg Þráinsson, Þuríður Lilja Sigurðardóttir,
og Sigríður Ólafsdóttir sem kemur inn sem varamaður fyrir Trausta Hjálmarsson. Þá tökum við hér garðyrkjubændur, það Axel Sæland, Óli Björn Finnsson, Óskar Kristinsson og Páll Ólafsson. Þá kemur hér fyrir geitur Brynjar Þór Vigfússon, nýr formaður geitadeildarinnar, ekki satt. Heiðrún Ósk Eymundsdóttir fyrir hrossabændur. Nanna Jónsdóttir fyrir hrossabændur. Þær ætla að koma sennilega á hestbaki pontu, þær setjast svo langt í burtu. Þá það skógarbændur, það Jóhann Gísli Jóhannsson og það Hrönn Guðmundsdóttir. Þá þau hér fyrir deild nautgripabænda Atli Már Traustason, Árni Brynjólfsson, Bessi Vésteinsson, Bóel Anna Þórisdóttir. Wow, aðeins mikið. Hér heftið á villum stað. Erla Rún Guðmundsdóttir, Finnur Pétursson. Hann skrappa á jarðaför og kemur inn á skemmst. Já, þá tökum við vel á móti honum. Hákon B. Harðarsson, Ingibjörg Sigurðardóttir, Jón Elvar Gunnarsson, Magnús Örn Sigurjónsson, Rafn Bergsson, Sif Jónsdóttir, Sigurbjörn Þór Birgisson, Sigrún Hanna Sigurðardóttir, Sigurbjörg Ottesen, Snæþór Haukur Sveinbjörnsson, Þorgrímur Einar Guðbjartsson, Samúel Unnsteinn Eyjólfsson, Vaka Sigurðardóttir, Pétur Guðmundsson. Fyrir deild alfugla, það Eydís Rós Eyglóardóttir, Jón Magnús Jónsson. Já. Fyrir eggjaframleiðendur Halldóra Hauksdóttir og Stefán Már. Fyrir nýju deildin okkar landdeldi Þorvaldur Birgir Arnarsson. Fyrir svínabændur Yngvi Stefánsson, Björgvin Þór Harðarsson. Fyrir loðdýrarækt Björn Harðarsson. Fyrir beint frá bíli Oddný Anna Björnsdóttir. Fyrir vor Eygló Björk Ólafsdóttir. Fyrir unga bændur Steinþór Logi Arnarsson. Fyrir búnaðarsamband Suðurlands Gunnar Kristinn Eiríksson. Fyrir búnaðarsamband Suðurlands 2 Bjarni Haukur Bjarnason. Fyrir búnaðarsamband Eyjafjarðar Þingeyinga og beggja Þingeyjarsýslna Viðar Hákonarson. Fyrir búnaðarsamband Austurlands Björn Halldórsson. Fyrir búnaðarsamband Skagfirðinga og Húnaþings og Stranda, það Guðrún Lárusdóttir. Og fyrir búnaðarsamband Kjalarnesþings, Vesturlands og Vestfjarða, Jón Gíslason. Þá held ég sé komin á enda. Þá spurning hvort mér hefur gengið betur heldur en byrni undanfarin ár, hvort það einhverjir sem ég hef ekki lesið upp, gefið merki. Það gefur engin merki, Björn. Og þá erum við búin að fara yfir tillögu kjörbréfanefndar og hún hefur samþykkt þessa fulltrúa sem löggilda fulltrúa hér og göngum svo bara áfram til dagskrár. Þá það næst kynning á ársreikningi 2022 og drögum á fjárhagsáætlun 2023. En ég ætla samt að taka fram að það verður ekki umræða fjárhagsáætlunina, hún bíður þangað til að fjárhagsáætlunin hefur verið fjallað hana í nefnd. Gjörið svo vel. Örvar og Gylfi.
Ársreikningur helstu niðurstöður efsta. Það var ekki svona fínt þegar ég byrjaði. Þingforsetar, þingmenn og aðrir gestir. Ég ætla svona að renna yfir helstu niðurstöður ársreiknings 2022 en rekstrar niðurstöður ársins 2022 eru lítt samanburðarhæfa við 2021 vegna samrunan sem tók í gildi 1. júlí 2021 og því finnst mér betur við hæfi að bera rekstrarniðurstöðurnar svona í stuttu máli saman við fjárhagsáætlun 2022, það svona segir ykkur kannski eitthvað meira. Nú í gögnum ykkar í gáttinni undir fjárhagsnefnd ótabenni, ekki bara á forsíðun heldur undir fjárhagsnefnd og svo ítarefni er að finna skjal sem heitir rekstraryfirlit 2022 þar sem er að finna ítarlega sundurliðan á niðurstöðum ársins í samanburði við fjárhagsáætlunina brotið niður á sviðin ef menn vilja kynna sér sérstaklega bændablaðið og svo framvegis eða yfirstjórnin eða skrifstofun eða svo framvegis að þar er held ég að flestum svona spurningum hvað það varðar svarað þannig að ég hvet ykkur til þess að kíkja á þetta plagg sem er á mínu viti mun betur til þess fallið að menn geti áttað sig á því hvernig reksturinn var með samanburði við fjárhagsáætlunina. Nú, svo við víkjum okkur að málinu að rekstrartekjurnar voru tæpa 560 milljónir og gert ráð fyrir 492 samkvæmt áætlun. Rekstrargjöldin voru 531, 492 samkvæmt áætlun og því varð í raun hagnaður af reglulegri starfsemi upp á rúma 28 milljónir en við gerðum náttúrulega ekki ráð fyrir miklum hagnaði í áætluninni en nota bene í ársreikningnum er einskiptis uppgjör frá Bændahöllinni ehf. Að upp að 32 milljónir vegna vinnuframlags ekki síst formanns og starfsmanna bændasamtakana við flókið fjárhagsuppgjör og ekki síður tiltektur og ýmis frágangsmál í Bændahöllinni fyrir afhendingu til nýrra eigenda. En það var ekki neinu starfsfólki fyrir að fara til að sinna þeim verkefnum hjá Bændahöllinni langa hríð þannig að þetta lenti á starfsfólki bændasamtakana og Gunnar lyfti náttúrulega miklu grettistaki í að klára þetta fjárhagslega en að öllum öðrum ólöstum að Hilmar lögfræðingur að hvernig hann tók brett upp ermar og tók til hendinni niður í kjöllurum og fann þar ýmsar geymslur og fleira og hann vann þar alveg mínu viti algjörlega ótrúlegt starf en fyrir þetta fékkst þetta einskiptisframlag þannig að í mínum huga þá ber að líta á þetta svona til frádráttar þannig að þetta er ekki hluti af rekstrarniðurstöðu bændasamtakanna per se en það var verið að greiða því að þarna voru starfsmenn bændasamtakanna miklu leyti uppteknir við að vinna að frágangi mála hjá Bændahöllinni í síðastliðið ár og reyndar inn á árið 21 líka þannig að ég bið ykkur að hafa það í huga þegar þið metið stöðuna. Nú förum við aðeins yfir rekstrartekjurnar og við erum náttúrulega býsna stolt af því að hafa náð markinu í félagsgjöldunum. Við vorum svona, vissum ekki alveg hvað það var ekki á vísan að róa þar en ég held að þessi samningur sem var svona svolítið furðulega kynntur fyrst með vörumerkið sjóar áður en að kom skýringin svo eftir hjá Gunnar það að nú er búið að tryggja öllum bændum
sem eru félagsmenn í Bændasamtökunum grunntryggingu sem ætti að vera besta gulrótin sem hægt til þess að fá ykkur síðan til að fara út í sveitirnar til þess að kynna ykkar fólki og segja að núna getur ekki gengið lengur að þið séuð ekki með. Rammasamningunum, við erum hérna með fasta upphæð frá innan rammasamnings sem byrjaði í 50 milljónum og verðreiknast síðan, en viðbótin hérna sem kemur á árinu 2022 það við að Hlynur fluttist yfir í starf hjá Bændasamtökunum. Það kom framlag sem var innan rammasamnings vegna starfsemi í skógrækt sem fylgdi honum yfir til Bændasamtakanna. Og síðan náttúrulega, ég reyna að líta ljósið hérna, síðan náttúrulega mjög gleðileg niðurstaða eins og það tekið eftir að Bændablaðinu hefur náttúrulega bara gengið sem betur en nokkurn tímann áður og engin hissa á því enda blaðið algjörlega frábært. Aðrir tekjupóstar svona nokkurn veginn, það er svona önnur framlög og þessir, það ruglast svona svolítið á milli þannig að uppsetningi kannski svolítið villandi en í heildina erum við að ná þessum markmiðum og síðan náttúrulega þessar 32 milljónir koma reyndar inn í þennan pakka hér. Þannig að þetta í raun og veru ótrúlega góðu takti. Laun og tengd gjöld innan skekkjumarka vil ég meina og rekstrarkostnaðurinn í raun og veru líka. Svo förum við yfir þá í afkomuna að eftir fjárhagslið afkoman þessar 28 milljónir í hagnað og síðan það sem bætist við í kjallaranum eins og við köllum það á titilsíðu rekstrarreikningsins þar sem hlutdeild í afkomu dótturfélaganna er bætt við og hún í samtals halli upp á 15,4 milljónir sem skiptist þannig að það tæpa 14 hjá Bændahöllinu og RML og lítið eitt hjá RML og Nautastöðin nú rekin með það markmið að vera alltaf við núllið. Meðalfjöldi stöðugilda á árinu var 21,8 á móti 16 á árinu 2021 en nota bene að það 16 stöðugildi til alls á árinu 2021 frá og með 1. júlí var þessi tala komin í 21 þannig að þetta deilist á 12 mánuði þessi 16 en það ættu náttúrulega að deilast bara á 6. Launagreiðslur alls það voru 324 milljónir og svo laun, þóknanir og tengd gjöld til stjórnar, BI og búgreinadeilda og framkvæmdastjóra alls 51 milljón króna á árinu. Fastar fjármunir, við hefum fasteign í Þorrasölum sem var leigð út til bænda vegna sem þurftu að koma til Reykjavíkur einhverja erinda en í Úkraínu málum að þá tók stjórn Bændasamtakanna þá ákvörðun að leigja, koma sína lit í þeim efnum og hún núna í langtíma leigu til Maðgna frá Úkraínu og hugmyndir eru jafnvel það í framhaldi af því að selja þessa íbúð og nýta aðra aðferðir við að leysa úr vanda bænda sem þurfa að koma til í bæinn. Síðan innréttingar, tæki og áhöld. Þetta í raun og veru við flutningana yfir í Borgartún 25 eða B25 eins og við köllum það, þá var heilmikið sem þurfti náttúrulega að fjárfesta í innanstokksmunum og ekki síður tækjum og áhöldum og þetta eitthvað og verður afskrifað á gildistíma núverandi leigusamning sem 5 ár en áhöld og tæki þó eingöngu í 3 ár. Og síðan hérna afgangur af listmununum. Við á sínu tíma þá fengu Bændasamtökin í sína eigu listmuni frá Hótel Sögu sem var metið að rúmlega 20 milljónir ef ég man rétt í reikningum þá og síðan hefur þetta smám saman verið innleyst, kannski munið eftir uppboðinu sem var á sínum tíma
Staðan sú að við erum komin aðeins í hagnað í sölu þessara listmuna og síðan var verið að reyna að meta, leggja mat á eignfærsluna á því sem eftir sem nú vist ekki mjög merkilegt, en það sem sagt metið upp á 600.000 í ársreikningnum. Og síðan það eignarhlutur í öðrum félögum sem kemur sundurlega eftir og síðan smávægileg verðbréfaeign sem fylgdi okkur frá sameiningu framleiðslur á landbúnaðarins á sínum tíma við Bændasamtökin, en þessi verðbréfaeignir loksins að verða innleysanleg fyrir Bændasamtökin því að kennitala framleiðslurnar hefur lifað sérstöku lífi í Landsbankanum til þess. Þó að framleiðslurnar hafi á árinu 2000 með sérstökum lögum frá Alþingi verið innlimað í Bændasamtökin, að þá tókst nú ekki að koma Landsbankanum það í skilning nema með miklum eftirgangsmunum. Og eignarhlutur í öðrum félögum, það Bændahöllin metið á 11,5 milljónir, RML á 116, Nautastöðin 160 og síðan það 9 vonandi reisarnir í eignasafninu, Kolefnisbrúin og ekki síður Íslands staðfest sem eru rétt að fara af stað og verður ábyggilega mikið verkfæri fyrir bændur í framtíðinni. Viðskiptakröfur, þetta eru bara eðlilegar skammtíma viðskiptakröfur, kröfur á tengda aðila, þetta eru fyrst og fremst kröfur á skammtímakröfur bara vegna viðskipta við RML og Nautastöðina og síðan þá handbært fé sem bara innistæður á bankareikningum upp á 185 milljónir. Óráðstafað eigið fé 504, langtímaskuldir engar, skuldir tengda aðila, viðskiptaskuldir, þetta eru bara eðlilega lánadrottna skuldir sem greiðast yfir áramótin. Ógreidd laun og tengd gjöld, þetta eru fyrst og fremst árleg skuldbinding upp á 20 milljónir og annað bara staðgreiðsla og lífeyrissjóður og svo framvegis. Og aðra skammtímaskuldir þarna gegnumstreymis fjármagn sem vegna framlaga sem áður fóru gegnum samband garðyrkjubænda en eftir að garðyrkjudeildin tók til starfa þá þetta ferðið í gegn hjá Bændasamtökunum en þetta eru fjármunir sem komu inn á árinu 22 en fara út á árinu 23. Þetta í sjálfsér eingöngu að ræða gegnumstreymis peningar sem ekki stoppa lengi hjá Bændasamtökunum. Sem sagt eigið fé og skuldir samtals 586 milljónir tæpar og þar með lýk ég máli mínu. Takk fyrir. Takk Gylfa fyrir þetta. Þetta var fortíðin og þá var framtíðin næst. Og þá að Örvar, gjör svo vel. Fjárhagsáætlun. Það verðist að ná kynningu. Já, kæru félagsmenn í Bændasamtökum og kæru fulltrúar á Búnaðarþingi. Það ánægjulegt fyrir mig að standa hér í fyrsta sinn á Búnaðarþingi og ég vona að ég verði hérna bara oft í viðbót. Ég er búinn að lofa að vera semtaki í 40 ára eins og Gylfi. Hann að ljúka sinni 40 ára afplánun hjá samtökunum og siglir bráðum inn í eitthvað franstur í tæðirmenn. Gangi þér vel Gylfi minn í öllu því sem þú tekur fyrir hendur og takk fyrir að taka vel á móti mér. Ef þið ekki búin að lesa viðtalið við Gylfa í síðasta bændablaði þá hvet ykkur til þess að gera það. Það fínasta, það mjög skemmtilegt viðtal og ágætis söguskýring á ýmsu sem hefur með samtökin að gera. En ég ætla að renna yfir fjárhagsáætlun í stuttu máli og það liggur ítarefni hana í gögnum fundarins eða þingsins. Og hún verður sjálfsögðu rædd í fjárhagsnefnd og við getum litið á fjárhagsáætlun sem lifandi plagg, þar að segja fjárhagsnefndin með fjalla áætlunina og fólk getur tjáð sig að sjálfsögðu hér þinginu þetta þannig að það getur vel verið að þessi áætlun þess vegna taki breytingum
áður en við göngum hérna út á morgun. En ég ætla að leyfa mér að segja að það er mín von og trú að fyrirsjáanleiki í fjármálum samtakanna muni aukast núna. Sérstaklega er ég þá að vísa í að það eru mörg stór mál að baki eins og Gylfi nefndi hérna áðan og þau sem hér voru áðan. Málefni bændahallarinnar blessunarlega heyra sögunni til það bil alveg. Það er að segja að þetta er ekki lengur að trufla okkar fjárhag fram á við. Við erum búin að sameina samtökin, deildirnar eru komnar inn, það eru sterkar og flotta deildir og við erum búin að koma okkur fyrir í nýjum höfuðstöðvum. Þessi atriði vil ég meina að hjálpa okkur í því verkefni að gera fjárhag samtakanna svolítið fyrirsjáanlegri og gegnsærri fyrir ykkur félagsmenn að átta ykkur á bara hvað kostar að reka samtökin. Og ég vonast til þess að fyrirsjáanleikin aukist, en auðvitað er hann að mörgu leyti ekki góður vegna þess að við erum háð mörgum verkefnum sem eru tímabundin og við erum háð fjármagn sem kemur inn og fer út og það er mjög erfitt að gera áætlanir til langs tíma. En ég ætla svo sem ekkert að kvarta við því, ég bara fagna því að framundan eru bjartir tímar að mínu viti og ég bind sérstaklega vonir, svo ég segi það nú, ég bind mikla vonir við þetta sem hefur með félagsgjöld að gera. Það er að segja að útreikningur á grunninum fyrir félagsgjöld verði skýrari, sanngjarnari og öruggari. Ég held að það sé til mikilla hagsbóta fyrir samtökin og bæði fyrir ykkur félagsmenn og fyrir alla og fyrir okkur sem erum að stýra samtökunum. Við vitum betur fram í tíma, við vitum að við erum að vinna með rétt gögn og ég vil meina ég vona að í loka árs að þá verðum við komin með þessi verkefni bara í rauninni í höfn, flottar mína síður, þar sem nýtt bændatorg og að félagsgjöldin verði svona gegnsærri og betri. Og ég auðvitað vil sjá sjálfbærni í fjárhag samtakanna eins og í landbúnaði. Við skulum renna í tölurnar og ég ætla að reyna að gera það í ekkert allt of löngu, flóknu eða leiðilegu máli. Hér er ég að sýna rekstrartölu 2022 og síðan áætlunina fyrir 2023 og hver svona breytingin þarna í prósentum. Þetta er öðruvísi uppsetning heldur en er á ásegnum sjálfum, þannig að það þarf svona aðeins að kannski lesa í gegnum þetta. Og hérna er ég með glæru uppi sem er sem sagt tekju hliðin og við erum að horfa þá upp áætlun upp á það bil 555 milljónir í tekjur á þessu ári sem er örlítið lægra heldur en rauntalan, en skýringin af því er nákvæmlega það sem að Gylfi kom inn á áðan, er að í gegnum okkar rekstur auðvitað fóru færslur og fjármunir sem að hafa með uppgjör á bændahöllina að gera, þannig að það er ekki það að við förum eitthvað svartsýnni inn í þetta, bara svona það sé nú alveg tekið skýrt fram, en þarna ef við bara hlaupum í gegnum liðina, rammasamningurinn er efstu, þetta er vísitölutengt, rúmlega 58 milljónir næsta ári, félagsgjöld bænda, það gekk mjög vel á síðasta ári að ná í nýja félagsmenn og þarna erum við að gera ráð fyrir það bil 7% aukningu í krónutalið. RML-forritinn verði áfram á svipuðum stað, skrifstofa seld þjónusta, nei fyrirgefið mig, ég er komin niður í yfirstjórn aðra tekjur, hérna 14 milljónir. Þarna er stjórnunarkostnaður til dæmis nautastöðvarinnar. Nautastöðin reiðir sig á samtökin varðandi alla stjórnun, bókhald og svo framvegis, þannig að það eru fjármunir sem fara þarna á milli fyrir það. Skrifstofa seld þjónusta. Þarna eru fjármunir sem að Gylfi nefndi áðan varðandi skógræktina, starfsmaður skógræktarinnar tilheyrir skrifstofu og þarna er einmitt líka bókhaldsþjónusta við ýmis félög. Við sinnum bókhaldsþjónustu fyrir sumt af gömlu félögunum og bara hvað er nefna félagsvinabanda eða þessi félög fyrir sjóðina og fleira. Og þarna er líka tekjur vegna orlofsíbúðarinnar, búgreinir sértekjur, þarna eru tekjur reyndar að færast á milli deilda, þannig að þessi liður er nú mörguleiti óþarfur. Markaðssvið sértekjur gerir ráð fyrir 48 milljónum.
á þessu ári. Þarna eru tekjur sem að koma á móti verkefnum, sérstaklega Icelandic Lamb, nautakjötsverkefninu og síðan þarna eru inni tekjur vegna nýrar og glæsilegri heimasíðu sem að þið hafið séð, Bóndi.is, sem er farin í loftið, og í þetta verkefni sem ég nefndi áðar, Mínar síður, sem er rauninni, við köllum það, er að segja að uppfæra bændatorgið og að svona all viðmót gagnvart ykkar félagsmönnum og yfirsýn verði betri. Síðan er það Bændablaðið auglýsingatekjur, það hefur gengið vel þar, 150 milljónir setjum við á áætlun fyrir árið 2023 og næsti liðurinn hérna 14 milljónir er fyrst og fremst fjölmiðlastyrkurinn. Styrkurinn var nokkuð hár síðast vegna COVID, það var meira í pottunum vegna þess að sumir fjölmiðlar fengu ekki fjölmiðlastyrkin vegna þess að þeir voru að fá önnur framlög frá ríkinu vegna COVID. Þannig að við setjum 14 milljónir á það fyrir 2023. Lítum á gjaldahliðina og niðurstöðuna, hvernig við horfum á það. Launahækkanir eru fyrst og fremst ástæðan fyrir því að við sjáum laun vera að hækka 11%, gerum við ráð fyrir á þessu ári. Í laun og launatengd gjöld 353 milljónir. Ferðakostnaður 19,1, það er fyrst og fremst stjórnin, formaður, deildir, ferðakostnaður bara á ýmsa fundi og viðburði. Næst er gert ráð fyrir 10 milljónum í búnaðar- og búgreinaþing og aðra fundi, yfirstjórn annar rekstrakostnaður. Þarna er sérfræðiþjónusta, við þurfum að kaupa inn ýmsa þjónustu til dæmis á sviði lögfræði, hagfræði og svo framvegis. Eignaumsýsla þarna gert ráð fyrir 10 milljónum í afskriftir. Þetta hefur með fasta fjármunina að gera, eins og Gylfi nefndi áðan, og eru nýjar innréttingar og svo framvegis sem eru komnar inn í okkar efnahag vegna þess að við erum komin á nýjan stað. Skrifstofa annar rekstrakostnaður 35 milljónir, það er húsaleiga, mötuneyti, endurskoðun, töluþjónustuna. Við förum alltaf yfir götuna í krónuna á mándum og kaupum matinn fyrir fólk. Og sá sem kaupir hollensku tómatana verður fyrir aðkastið alla vikuna. En við reynum að láta það ekki gerast. Ég er bara gáður til séu vakandi. Og svo er það búgreinarsvið, annar rekstrakostnaður, það er húsaleiga, sími og svo framvegis. Við deilum húsaleigunni niður á deildinu svo ég nefnum það nú örlítið. Og svo er það markaðssvið, annar rekstrakostnaður. Það er búvörumerkið, vefsíðan og annar rekstrakostnaður. Og þarna neðst Bændablaðið. Já, ég nefndi það ekki, útgáfa kynningarsviðið er Bændablaðið. Þannig að til dæmis ef þið viljið rýna í það í ástreininum þá vitið þið það að útgáfa kynningarsviðið er Bændablaðið og það kemur fram þar í starfsþáttayfirliti hvernig afkoman af því er. En þarna eru 76 milljónir gert ráð fyrir kostnaði. Þetta er prentunin, það er yfir 50 milljónir sem við gerum ráð fyrir í prentun og kostnað á árinu og við bætist burðargjöld og dreifingukostnaður. Og að lokum er ýmis annar kostnað sem tengist vefsíðu, almannatengslum, húsaleigu og svo framvegis. Og þarna er niðurstöðu tala sem er 1,3 milljónir sem að af 550 milljón króna rekstri, auðvitað er ekki mikið. Við erum ekki í hagnaðardrifinni starfsemi en við viljum heldur ekki skila tapi. Þannig að við höfum einlægan ásetning á að vera rétt með við núllið en samt pínu nálægt því. Og þetta er auðvitað að setja saman þessa áætlun, er auðvitað svolítið líludans sem að ég hef komið að og Gylfi hefur vel sett mig inn í og í samráði við stjórnendurna þá leggjum þessa áætlun fram en eins og ég segi þetta er bara til umræðu í fjárhagsnefnd og síðan áfram á þinginu á morgun og þar með segi minni framsögu lokið. Takk fyrir þetta, Örvar. Þá er komin af dótturfélagunum, bæði að bara vísa til skýrslu nautastöðunar sem liggur í gögnum hjá okkur. En Karvel ætlar að fara yfir framkvæmdastjóri ráðgjafarmiðstöðvarinnar. Gjörðu svo vel, Karvel. Virkar þetta ekki?
Fjárhagsáætlun er frosin. Góðan daginn og forsetar, formaður sem er eitthvað staðar hérna, framkvæmdastjóri Bændasamtakanna. Gaman að sjá okkur og til hamingju með daginn. Ég vona þetta, ég man ekki alla tölunar, ég lofa ykkur því. Nei, hvað skal til? Ég með þetta að því ég er að opna hans kíkur. Já, ég ætla að fara hérna aðeins yfir ársreikninginn hjá okkur. Ég er að mell og aðeins yfir svona verkefnin, helstu verkefni hjá okkur. Ég ætla ekki að fara lið fyrir lið í ársreikninginn fyrir en ég hef gert undanfarin ár. Hann er væntanlega inn á, hjá, er það ekki, Vigdís? Já, þannig að þið getið klökkvað á okkur þar. Og svo náttúrulega ef það er eitthvað spurningar þá vorum við hérna með fjármálastjórann hjá okkur líka, þannig að hérna það var eitthvað sem ég er ekki í vörðunar með. Tekjur ársins 2022 námu 893 milljónum og hækkuðum 163 milljónur á milli ára, eða 22%, og þetta er nú strax svona svolítið sem að fólk tekur eftir. Það er svolítið mikið og það skýrist af því að við tókum yfir verkefnum, eða vorum með verkefni sem að voru nú nefnt hérna á ráðherra áðan, bæði erfðamengisúrval og arfgerðargreiningar hérna vegna riðu, og við það bólgnaði rekstrar svona þátturinn töluvert mikið út, en í sjálfu sér var niðurstaðan svo svipuð. Þetta var rauninni gegnumstreymis fjármagn, við kannski aðeins betur yfir það eftir. Rekstrarframlag námu 349 milljónum og voru náttúrulega svipuð á milli ára. Selda vörur og þjónusta, hvað sé best að vera með gleraugun hérna? Selda vörur og þjónusta námu 336 milljónum sem er hækkun 59 milljónir, og það kemur á móti þessar hérna gegnumstreymis hluta af þeim, vegna þess að við erum að selja þetta bæði gegnumstreymi og svo vorum við að selja rauninni hluta af riðuarfgerðargreiningunum beint til bænda með þá afslætti. Þarna koma þeir fjármunir þarna inn af stóru hluta. Aðrar tekjur námu 207 milljónur og hækkum 105 milljónir. En þessar tekjur eru þá mest vegna riðuverkefnisins, erfðamengisúrvals og ábyrgðarsamnings einnig sem gerður var á árinu. Launakostnaður nam 536 milljónum og hækkaði 68 milljónum milli ára, eða 15%. Stöðugildi voru þau sömu á milli ára, og þetta eru þá fyrst og fremst launahækkanir sem eru þarna. Það var líka gerður nýr kjarasamningur við Fín sem að breytti töluvert launastrúktúrnum hjá okkur. Annar kostnaður, eins og skrifstofa og stjórnunarkostnaður sem sami nánast. Rekstrarkostnaður þá náttúrulega stór eykst vegna þessa gegnumstreymisverkefna. Og samtals-gjöld námu 906 milljónum sem er hækkun 201 milljón á milli ára. En ég legg áherslu á það að fyrst og fremst þessi útbólgnun er vegna verkefna þar sem að fjármunir eru að streyma í gegnum fyrirtæki. Rekstrartap ársins var 13 milljónir sem er breyting 37 milljónum frá fyrra ári. Við gerðum ráð fyrir að vera með 2 milljónir í afgang, en með fjármagnstekjum þá er tap ársins fyrir skattar 6,4 milljónir, og þetta er svona, við erum eins og Bændasamtökin, við erum náttúrulega ekki hagnadrifin og reynum að vera í kringum núllið. Þú hittir ekki alltaf á það, þetta er mjótt egg sem þú ert að reyna að streyma að, þegar þú ert í með veltu kringum 900 milljónir. 4-5 milljónir til eða frá, þær eru ekki stórar í því samhengi. En EBITDA ársins var því neikvæð 9 milljónir eða var mínus 1%, en var 29 milljónir árið 2021 eða 4%. Eignir nema 354 milljónum í árslok og fastafjármunir lækka 2,5 milljónir og nema 17,3 milljónum í árslok. Veltufjármunir hækka 71,3 milljónum og nema 337 milljónum. Skammtímaskuldir hækka milli ára 75 milljónum og nema 238 milljónum,
og það eru þetta eru skuldir vegna rauninni fyrirfram innheimtra tekna, þar sem við erum búin að fá fyrirfram innheimta tekjurnar og erum það svona hækkar þetta svona mikið. Rekstraráætlun fyrir 2023 lítur í sjálfu sér ósköp svipað út. Við erum ennþá í þessum verkefnum áfram. Sýnataka náttúrulega í jarðamengisúrvali hættir ekkert og við erum með umsýslu með því verkefni og borgum Matís fyrir þá sýnatöku eða fyrir þá greiningu fyrirgefið og í sjálfu sér þeir peningar koma náttúrulega af samningi Nautabæjarræktarinnar en eru ekki fjármagnaðir sem slíkir heldur voru teknir til hliðar á síðasta ári og þarf þá að gera það aftur á næsta ári og á þess ári og reikna með því að þeir komið þannig inn. Þannig að við reiknum rauninni með mjög svipuðum rekstri á milli ára 2022 og 2023. Og svona til gamals, að því að við erum 10 ára í ár, þá hendi ég þessu saman í gær og þá var 2013 og það er ekki hægt að bera þetta alveg saman vegna þess að tölvudeild Bændasamtakanna kemur líka yfir í millitíðinni og það koma framlög með henni, búnaðargjaldið tekið af 2016 og svo settra. Það er fullt af hlutum sem gerast þarna í millitíðinni. En kakan hún hefur breyst ansi mikið. Hún var 2013 þannig að með búnaðargjald og framlögum frá ríkinu vorum 80% sem komu beint þaðan. En í dag er þetta 39% sem koma þá í framlög. Það þýðir náttúrulega það að fjármögnunin hún er allt öðruvísi. Það þarf að halda fyrirtækinu gangandi. Hitt voru nú tiltölulega tryggir peningar sem hægt var að ganga að vísu, en það er ekki lengur þannig. Þannig að það er áskorun að halda fyrirtækinu í því flotu og þeim verkefni sem við höfum áfram. Það hefur reyndar bara gengið nokkuð vel fram að þessu, en þetta þarf menn að hafa í huga, bara hafandi í huga mikilvægi leiðbeiningarþjónustu í landinu og þau verkefni sem við erum að sinna og erum að umsýsla. Og komandi að því, þá vorum við með erfðamengisúrvalið í fyrra. Við tökum í sjálfu sér við því að reka það, gerum samningi við Matís að það er keyptur til landsins sér tæki til þess að greina sýnin og allt okkar góða fólk í Nautabæjarræktinni á það náttúrulega mikil heiður skilin fyrir mikið verk þar inni, en þarna hafa náttúrulega margir komið að og eins og þið þekkið er þetta gamalt og byggir á doktorsverkefni á stóru hluta hans Egils Guttormssonar, en núna er þetta komið allavega í rekstur og það er byrjað að taka þessi sýni í byrjun árs í fyrra. Það er farið að reikna út kynbótamat síðastliðið haust og það er fullt af vinna sem fór þar í gegn líka inn í hjá okkur að geta gert það og þurfti að fara ansi mikið á svona útfærslum. Í dag er þetta, með samkvæmt nýjustu tölum, 85% af kúnnum sem eru þarna inni er að taka þátt og er það held ég bara nokkuð gott á einu ári, en við stefnum náttúrulega að 100%. Arfgerðargreiningar í riðu, það verkefni, sýnatökur upp á tugi þúsunda sýna á síðasta ári og útlit fyrir að það verið tekið töluvert á þessa ári. Það var umsýsluverkefni sem fór í gegnum þróunarfé Sauðfjárræktarinnar að stóra hluta, þar sem að greitt var niður þessi arfgerðargreining hjá bændum. Þannig að það er nú hluti af þessar bólgunin í rekstrargreiningum hjá okkur. En að auki þurfti náttúrulega að gera ýmsa hluti í fjárviss, koma þessu inn þar og töluvert mikil umsýsla var í kringum þetta verkefni og verður áfram. Og einnig að í kringum þetta verkefni er núna verið að stefna að, eða það er búið að sækja verkefni sem að lúta að þá hermilíkani varðandi þessa arfgerðir í rauninni, þar sem við erum að reyna það út hvað við í rauninni getum
farið langt í ætt í skyldleikarækt og niður með aðverðir til þess að koma þessu svona sagt með á mjög einfaldan hátt og komið þessu inn í hjörðina á sem skerfstu tíma eins að vera reiknað svona komið í annað verkefni sem við erum með Jón Hjalta og þeim í Landbúnaðarháskólanum þar sem hefur verið að reyna að spá fyrir hver runni kynbótagildið eða hvernig þetta færist áfram á milli kynslóða þetta ónæmi. Og svo erum við reyndar í fjölþjóðlegu verkefni líka með frökkum varðandi það að það sem hefur verið að athuga ónæmi miðað við mismunandi riðuargerðir. Og það er gert með ákveðnum hætti á tilraunastofur. Útfærsla ábyrgðarsamnings í fyrra við vorum réðum náttúrulega inn töluvert fleira fólki inn í jarðræktina. Á rauninni grundvelli þessa samnings við vorum að setja af stað bændahópa ráðgjöf sem er farin að stað bæði á Suðurlandi og Norðurlandi og taka þá þátt 20 bú í því og það er meiningin að stækka það verkefni. Það er náttúrulega hlutur að þessu voru í jarðrækt vonandi og við ætlum okkur svo sannlega ekki að vera einhvern veginn ekki á verði þar og höfum rauninni stórbætt okkar möguleika til þess að rauninni þjónusta jarðræktinni og koma þeim verkefnum sem að tengjast á því og rauninni loftslagsmálum líka. Afkomuvöktunarverkefnin hafa, eins og þið þekki, hafa verið rekin síðustu árin þau hafa stækkað í sauðfjárræktinni og kannski sérstaklega nautgriparæktinni. Grænmetið var bætt við núna á síðasta ári. Þannig að þau verkefni eru 3 að hafa margsanna gildi sig bæði inn í þá umræðu og inn í hagsmunabaráttu og inn í ráðgjöf og bara almennt afkomu bænda og svo náttúrulega líka þá væntanlega í framtíðinni inn í aðfangatölur og slíkt varðandi þá loftslagsmál. Kjarasamninga, ég nefndi það aðeins áðan, við gerðum kjarasamning við Fín sem að sérsamningur RML við Fín og hann byggir svolítið á því módeli sem við erum að keyra á að við erum komið með ansi mikið af verkefnum og erum með svona verkefnastjórnun innan fyrirtækisins og þannig að samningurinn er mun opnari heldur en eldri samningur, það er möguleiki fyrir fólk að ná sér í umbun inn í honum og svona, já, ávinning í samræmi við þá ábyrgð sem að það tekur og þann árangur sem það næð og við erum rauninni mjög ánægð með að hafa náð þessum samningi. Svo má þess gæta líka, því að ég mikið talað flutninga hérna, við fluttum líka náttúrulega á árinu, við gátum ekki orðið eftir í bændahallinni. Við reyndum það smá tíma en það gekk alls ekki. Þetta var orðið eins og að labba inn í ég veit ekki hvað á tímabili. En allavega þá erum við komin á Höfðabakkann. Það var bara okkar sameiginlega ákvörðun að Bændasamtakanna og RML að við varum ekkert endilega með sömu þarfir húsnæði og við fórum þá þangað. Nú rekstur aðrar hefðbundna verkefna hefur verið með svona tiltölulega hefðbundnum hætti þannig lagað. Við erum alltaf að reyna að bæta okkur og auka við þar. Það hefur verið töluvert átak gert í kynbótamatsútreikningum, kannski sérstaklega í sauðfé. Og þar búið að vera að koma gögnum yfir í DMU sem kallað ef þið kannast við það og hreinsa hrágögn og rauninni undirbúa undir það að hægt sé að reikna út fleiri eiginleika og styðja við þá eiginleika sem þegar eru útreiknaðir. Þannig að þar hefur verið unnið margt og gott verk og rauninni það er kannski sérstaklega ástæða til þess að taka það fram. Það er gaman að sjá hvað þessi einstaklingar sem þó séu nú ekki nema 2 eða 3 hjá Landbúnaðarháskólanum og okkur sem hafa verið í kringum þessi kynbótamál og eru kynbótafræðingar að koma sterkt inn og bara virkilega láta til sín taka. Þróunarverkefni og styrktverkefni skiptir náttúrulega tugum árunu og væri það æra ástöðun að fara yfir það hérna. En sala og ráðgjöf var svona svipuð og hefur verið síðustu ár. Svona beint til bænda, bara einstaklingsráðgjöf en við náttúrulega óhemju af tímum og bein
kontakt, samband á milli bænda og okkar í gegnum þessi verkefni líka sem þá ekki teljast þannig inn í sölu og ráðgjöf og seld verkefni. Verkefni þessa árs, svona stiklað og stóru, það hefur verið svona frá nýrri stjórn sem að tók við á síðasta ári. Hefur verið áskaplega öflug og ég hef verið bara mjög ánægður með samstarfi við hana sem að hefur gengið fram að vonum. Ekki fram að vonum, það bara gengið vel. Það var svolítið illa sagt. Jæja. Þetta var svona til að hvort það væri vakandi, sem hann sagði það. Þannig að það hefur verið hugmyndir stjórna að fara í stefnumótun og hún er orðin gömul, 6-7 ára, það var gríðarlega mikil aðgerðaáætlun sem var mótuð þá og farið í gegnum. En núna er þetta svona kannski meira að bara stilla fókusinn, hvar á hverjum einum stað og svona ná heildarlínunni og ná góðu svona samþættingu þá miðað við það sem er verið að gera bara almennt í landbúnaðinum og þeim áherslum sem stjórnvöld hafa og sem bændasamtökin hafa. Það er svona fókusinn. Stefnumótun og forritum, við erum að byrja þá vinnu að kalla eftir hugmyndum og gerðum skoðanakönnun fjárvísa sem við unnum með fagráðinu og svona og við völdum hópi innan RML þá spurningakönnun þar sem er rauninni verið að óska eftir því hvernig þið viljið sjá forritin þróast og út úr því komu margar góðar ábendingar og gerir okkur svona kleift að fara að taka svona miðið það veitir ekki af, þetta er eins og þið þekkið þá er hann fer hratt þessi heimur, þannig að það þarf að fylgjast mjög vel með og vera mjög fókusur á því hvert er verið að fara. Við munum halda áfram með önnur forrit, tökum þá Huppu og Jörðu næst. Þetta kostar pening, allar þessar breytingar, þetta liggur þá fyrir að það þarf að aðlaga þessi forrit og það þarf að gera þau bæði notendavænni, það þarf að gera þau þannig að það sé hægt að nýta þau betur í bústjórn og bara rauninni það sinni betur ykkar þörfum og það þarf að gera þau örugg líka varðandi utanaðkomandi hættu. Og það er ekki síst það sem hefur svona verið líka að ýta þetta áfram. En í tengslu við þetta þá hefur verið ákveðið að breyta verðskrám og einfalda þær þar sem voru þrep, þau voru tekin út verðskránum og þetta þýða einhverjar hækkanir. Það er mismiklar á milli forrita en hjá því er hreinlega ekki komist. Þjónustuframboð byggt á skoðanakönnunum, við náttúrulega erum í alls kyns samtali og samvinnu við bændum, hefum líka verið að gera þessar skoðanakannanir og náttúrulega gerðum einna hérna fyrir nokkrum misserum síðan stóra þar sem við höfum þá viljað vinna okkar þjónustuframboð eða það sem við erum að bjóða upp á þeim vilja. Nú í ár er afmælisár. Við vildum nú vera að koma lengra af stað með það, með svona einhverja viðburði og slíkt, en þetta einhvern veginn æðir áfram. Og afmælisárið verður ekki búin áður en við getum byrjað á þessu. Nei, við erum búin að skipuleggja nokkuð og meðal annars er þá í haust stór ráðstefna ætluð á Selfossi sem verður kynnt síðar, en það verða fleiri viðburðir og stærri og minni. Við erum þátttakandi í nokkrum alþjóðlegum verkefnum og það hefur svona einhvern veginn aukist eftirspurn eftir slíku og við erum náttúrulega svona reynt að velja það hvernig við erum í hverju við erum að taka þátt í, en það hefur verið okkur mjög mikilsvert að gera það vegna þess að þetta þarna lærum við mikið og þarna komumst við í tengsl og algjörlega nauðsynlegt fyrir okkur sem þetta fyrirtæki að vera í svona samstarfi og þetta samstarf er má segja alls konar og misstórt, alveg frá því að vera svona með þátttakendur mjög lítið upp í það að vera rauninni kannski aðalleikandi. Þessi gegnumstreymisverkefni eins og ég sagði það, þau munu halda áfram. Stækkun loftslagsvæns landbúnaðar sem við rekum, það er fyrirhugað að garðyrkjan komi þar inn og þetta stækki það áfram og við náttúrulega horfum í loftslagsvænan landbúnaðinn sem svona
fyrirmynd í því að hvernig við hugsanlega getum gert þetta til framtíðar. Þarna verið að safna saman ákveðinni reynslu og þekkingu við mismunandi aðstæður, mismunandi búskap og ekki síst kannski mismunandi landnotkun sem að verður verðmætt með tíð og tíma. Hvaða aðgerðir er hægt að fara í, hvað virkar beint inn í hjá bændum og svo framvegis. Nú svo talaði ég um kolefnistól en ég hefur verið óþreytandi svo sem að tala um það. Við erum með kolefnisreiknivél sem er þeirri sem í loftslagsvænum landbúnaði nota og svona einfalt fyrirbæri. En við hefum öll þessi gögn og þau munu örugglega koma til með að nýtast og þurfa að koma til með að nýtast inn í einhvers konar birtingarmynd. Það þarf einhvern hátt að geta verið sagt mönnum það hvar þeir eru staddir og hvert þeir geta farið. Í öðruvísi þá komist þau ekkert áfram í þessu. Það er alveg sama hvað verið talað um kolefnishlutleysi 2030, minnkun 10% og allt þetta. Ef þú ætlar síðan að fara að gera eitthvað, ef þú ætlar að setja til dæmis bóver eða eitthvað þannig efni inn í nautgripina þína og þú ert með lækkun upp á 20-30% og hvernig ætlar að sýna fram á það, aðgerðir sem að þú ert að fara í, hvernig ætlar að sýna fram á það, hvernig birtist það að minnkun olíunotkun og svo framvegis, hvar ertu staddur og á hvaða vegferð ertu. Þetta er eitthvað sem að ég veit ekki hvort að ríkið eða ráðuneytið vill í sjálfu sér gera eitthvað með, en svona heyrt hugmyndir það. En ég tel þetta allavega nauðsynlegt og þetta er það sem aðrar þjóðir hafa gert í kringum okkur ef á að náast þessi árangur sem að menn í raun og veru stefna að. Nú síðast en ekki síst er það efling jarðræktar. Hérna var náttúrulega talað um jarðrækt í dag og í gær og síðustu daga og kornræktin náttúrulega bara frábært, bara til hamingju með það, alveg frábært að fá þessa peninga þarna inn. Það er náttúrulega ljóst að okkar hluti þar, RML, mun verða alveg örugglega töluverður bara í formi þess að ráðleggja mönnum þó ekki nema bara rekstrarþætti en ekki síður náttúrulega jarðræktina og slíkt, þannig að við erum þegar, Borga sagði með það nú hérna áðan, að það eru þegar komnar svona fyrirspurnir um það, þannig að þarna veitir ekki af að við höfum verið að efla jarðræktina á síðustu misserum. Þetta var nú stikkt á stóru, stiklað á stóru. Ég ætla ekki þreyta ykkur meira. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Karvel. Vel farið við stöðu ráðgjafarmiðstöðvarinnar. Þá er eiginlega búið að fara yfir þessu helstu málefni og skýrslu stjórnar og reikninga. En það er hérna frá Hótel Saga og það dæmi. Gunnar ætlaði að fara yfir það inn í fjárhagsnefndinni ef einhverjir aðrir vilja spyrja það hér á eftir. Og þá gefum við bara orðið laust reikninga og skýrslur sem fram hafa verið lagðar hérna. Orðið laust. Og engi tjáð sig neitt. Allt í góði. Hvað hefur að bíða lengi? Klára þennan lið bara það. Það komur mann við stað. Já, Björn, gjör svo vel. Þetta var eitthvað sem vildi segja eitthvað, sko. Þessum ekki að takmarka ræðutíman alveg strax. Takk fyrir. Forsetar, góðir félagar og fulltrúar. Ég kom hérna bara fyrst og fremst til að reyna að brjóta þennan ís. Og einhver þarf að gera það og oft er nú fíflið sett á stað. Það sem mig langar, það er eiginlega kannski aðalega tvennt sem mig langar til að tala um. Fyrsta lagi þá vil ég þakka þeim sem að stjórna bændasamtökunum og hafa gert núna fyrir rosalega vel unnin verk.
og ég nú stundum stór orð, en ég kann eiginlega ekki alveg nógu stór orð til að lýsa breytingunni á bændasamtökunum síðastliðin 3 ár. Og ég tel mig vera fullkomlega dómbæran á það. Í ljósi þeirra starfa sem að Búnaðarþing hefur kosið mig til. Ég ætla að segja það hér, að hefði ekki orðið þessi stefnubreyting, þá værum við örugglega ekki hérna. Þá værum við ekki með neitt Búnaðarþing. Þá værum við með allt niður okkur og drulluna upp á bak. Punktur. Þannig að þetta fólk sem var að fá blóm hérna áðan og stjórnin, sem hefði kannski átt að fá einhverja rósir líka, þau eiga heiður skilið. Fullkomlega. Og mér finnst að við ættum að klappa svolítið fyrir þeim. Takk. Hitt sem að mér langaði til að tala það snýr að framtíðinni. Já, áður en ég klára það sem liðið er að líða, þá vil ég nú þakka Gylfa fyrir rosalega gott og skemmtilegt samstarf. Takk Gylfa. Þú ert búinn að reynast bændum vel. En þá drífum við okkur inn í framtíðina. Ég er þeirra skoðunar að við eigum að taka upp kæk. Já, kæk. Hvers skipti sem við tölum landbúnað, þá tölum við þekkingaratvinnugrein. Þið heyrðu það sem að ráðherra fór yfir, hefur verið að gerast og er að fara að gerast í landbúnaði. Það byggir allt á þekkingu, nýjustu, fáanlegri þekkingu. Ef við ætlum að reka og vera með öflugan landbúnað sem að þjóna samfélaginu í framtíðinni, þá verðum við að halda áfram á þessari braut. Við mögum aldrei hanga í 19. öldinni eða 20. öldinni. Við verðum bara einfaldlega að hætta því. Það eru gríðarleg verkefni. Ég sé fyrir mér til viðbótar við það að það verður framleitt allt kott sem Ísland þarf á fiskaskít eftir 20 ár, að þá verður með þess að sauðfjárbændur konur tæknir að hafa tekið upp erfðamarkagreiningu. Bara sem dæmi. Þannig að möguleikarnir eru alveg óþrjótandi. Og venjum okkur við það. Venjum okkur bara við það að landbúnaður er atvinnugrein sem að stendur og fellur með því að við notum bestu tiltæku þekkingu hver á sínu sviði. Og gleymum þessu aldrei. Festum okkur ekki í því hvernig afi og amma gerðu, svo ég tala nú ekki langafi og langamma. Og heldur ekki pabbi og mamma. Við eigum alltaf að vera að leita að því sem að færir okkur áfram. Ég ætla ekki að eyða meira af þessum 23 kortinu sem ég hefði núna. Takk. Takk fyrir þetta, Björn. Orðið laust. Og ennþá er það laust. Það er ekki eins og Deinsi. Svo biðum og biðum og biðum. Doka og doka. Já, gjörðu vel, Gunnar. Ég vildi nú bara koma hérna upp og takk Björn fyrir hvatninguna. Ég held að við þurfum öll að horfa svolítið nær okkur og sjá fyrir okkur hvernig við náum að reka þetta. Að þetta skipti gríðarlegu miklu máli fyrir íslenska bændur. Vanandi það hvort ég hefði átt að gefa stjórninni blóm eða ekki, þau eru nú búin að nuddið mér með það sko. Ég verð bara að reyna að leysa úr því.
en það nú önnur ella. En varðandi hérna reikningin frá bændahöllinni EHF, þá hefur stjórnin ekki í raun og veru tekið hann og samþykktan, heldur hún byggt á grunni 10 mánaða uppgjörs sem við fórum í á haustdögum til þess að ná að gera upp við kröfuhafa sem áttu sem voru ekki forgangskröfur og ekki launakröfur heldur kröfur við ýmsa aðilega sem voru út á feltinu og stjórnin fjallaði 10 mánaða milliuppgjörið á fundi og stjórn Bændasamtakanna einnig en niðurstaðan áramót nánast breyttist sáralítið heldur bara skilgreining á því hvað menn fengu greitt og hvað fengu ekki greitt. Þannig að reikningurinn sem slíkur ekki áritaður en hann verður væntanlega kláraður núna bara á næstu dögum. Þannig að Halldóra við þurfum að klára þetta innan ekki mjög langs tíma. En ef það einhverjar spurningar þá skal ég glaður koma inn í fjárhagsnefndin og útskýra ef það einhverjar spurningar þar en þetta svona skýrir sig nokkuð sjálft. Þetta bara leiðinda saga og sem betur fer orðið í þátíð. Þannig að ég vona að við horfum björt fram á veginn. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið ennþá og engin hreyfir. Jú, Hákon, gjörðu svo vel. Forseti, aðri fundarmenn, mér langar bara aðeins að því að grípa boltan hjá Björn var með þekkinguna og að því að Karvel var hérna að fara yfir RML að því að það sem að svona mér allavega það sem ég heyri í kringum mig að þá álit rosalega margra bænda á RML neikvætt en það eitthvað sem við þurfum að breyta einmitt út af því að þar geta bændur sótt sér í bestu þekkingu sem í boði og mér langaði bara að spyrja Karvel að því hafið þið eitthvað skoðað það hvernig þið getið reynt að breyta þessu áliti bænda og hvort það þurfi bara að fara í einhverja ímyndaherferð fyrir RML til þess að menn fari virkilega að nýta sér þjónustu RML því að þetta mjög góð þjónusta sem að RML að veita allavega á því stígi sem að ég hef verið að nýta mér þessa þjónustu þá hef verið mjög ánægður með hana en það klárlega eitthvað sem við þurfum að ná að breyta það áliti bænda á starfsemi RML til þess að einmitt geta nýtt okkur þessa bestu þekkingu sem að í boði. Takk fyrir þetta, Hákon. Orðið laust. Gjörðu svo vel. Ekki Halla. Já. Góðan daginn og bara gleðilega hátíð og ég ægilega glöð að vera komin á mitt fyrsta búnaðarþing, ég skógabóndi. En mig langar að spyrja RML að einu. Það að koma þetta fram í gögnunum hjá þeim eða í glærinni loftslagsvænni landbúnaður. Ég man að ég var framkvæmdastjóri Landssamtaka skógareigenda. Þá fór þetta verkefni af stað með fjármagni frá Sigrúnu Magnúsdóttur. Þannig að mig langar svolítið að vita hvernig það hefur gengið. Þá kannski bara það. Er þetta ekki bara vettvangur til að spyrja því? Takk. Takk fyrir þetta. Það aðeins að liðkast yfir okkur. Orðið laust. Kannski Karvel bara svarir þessu spurningu sem hefur komið hana.
ég þakka fyrir spurningarnar, Hákon. Ímynd RML, já. Gegnum þessi 10 ár þá hefur fyrirtækið í rauninni vaxið og dafnað. Það hefur gjörbreytt rauninni, eða verkefni þess hefur gjörbreyst. Mannaflinn hefur breyst töluvert. Já, stefnan hefur verið tekin meira náttúrulega í þessu loftslags- og umhverfismál og allt það. En við erum náttúrulega ennþá og verðum áfram sem þessi aðili sem að sinna ræktunarstarfinu og slíku og náttúrulega bara beinni ráðgjöf. Hann sagði áðan í auglýsingaslottunum frá Sjóvá að þú veist aldrei, merkið ekki eins og þú horfir á það, heldur hvernig aðrir horfa á það. Og það það sem skiptir máli, hvernig bændur horfa á þetta merki. Við höfum verið að gera, eins og ég sagði áðan, kannanir og reyna að fá fram vísbendingar það hvað það sem við getum þá bætt. Það munum við reyna að gera áfram. Við þurfum að vera sýnileg náttúrulega bara inn á meðal bænda og gera okkur allra besta í öllu þau verkefni sem við erum í. Ég tel að með upptalningu þessa verkefna sem ég taldi upp hérna áðan og aukið hefur verið hægt að tala skýrsluna hans Munda kyngreiningu og sæði og margt fleira, þá erum við með gríðarlega gott starfsfólk og virkilega hæft starfsfólk og ég held að deila enginn einhvern veginn bara það neitt. Þessi ímynd síðan að menn tala stundum og bændur tala bara réttilega, menn finnst þetta og okkur ber að taka það alvarlega. Það verður að vera verkefni okkar áfram að reyna að komast að því hvar við getum gert betur. En það er líka okkar allra sem erum hérna inni að vera svona að eigna sér þetta fyrirtæki. Og hugsa það sem Björn sagði hérna áðan að þetta er þekkingafyrirtæki, þetta er fyrirtæki sem að halda utan öll þessi verkefni sem að færa landbúnaðinn áfram. Það bara hlutverk þess. Og það munum við gera áfram, en við náttúrulega stólum líka svolítið á það að við séum bara öll saman í þessu að gera þetta, að hver og einn bara hugsa með sér, hver er þessi ímynd, okkur er þessi ímynd svona, hvað það? Og ef við komist að því, þá væri það mjög gott að fá það bara í næstu könnunum eða bara fá það beint til okkar og við reynum að bregðast við því með einhverjum mætti. Auðvitað er þetta þannig, ef við skoðum söguna, að þetta fyrirtæki kom á laggirnar fyrir 10 árum síðan og það var átak að koma því í gegn, rétt eins og það var átak að koma bændasamtökunum núna í eitt. Og með því átti líka mikið að breytast og það var færð í burtu fullt af verkefni. Áður verkefni þar sem menn komið til bænda í eftirlitshlutverki, í hlutverki búfjáreftirlits og slíkt, yfir í það að vera ráðgjafafyrirtæki sem átti að færa sig yfir í þessa þekkingarleit, átti að fara rukka bændur fyrir þessa ráðgjöf og fara að sinna eingöngu þessu faglegu þáttum. Þarna varð ákveðið rof. Það getur vel verið að það skýri á einhvern hátt að þessa ímynd. Ég veit það ekki. Ég ímynda mér það. En ég held að við getum öll verið stolt af þeim verkefnum sem eru þarna inni og hvernig þau hafa verið rekin. Ég held að það sé algjörlega þannig. Varðandi loftslagsvænan landbúnað og spurninguna, það kemur til okkar loftslagsvænn landbúnaður að þetta er að rauninu frumkvæði sauðfjárbænda, þetta verkefni, og byrjar þannig. Og við erum náttúrulega bara stýrum verkefnu, eða erum með stýriverkefnu, en það er í samstarfi við skógræktina og landgræðsluna og hefur verið rekið sem slíkt síðan. Síðan hefur verið bætt við nautgripabændum og núna á að bæta við garðyrkjubændum. Þannig hefur þetta verið rekið og alltaf hugsað, allavega taldi ég það að vera, sem svona tilraunar, pælótt eða verkefni þar sem hefur verið að afla bæði að kenna, það er náttúrulega hluti af markmiðum ríkisstjórnar að koma fræðslu beint til bænda, þetta er hluti af því, varðandi loftslagsmál,
en þetta líka hluti af því að afla reynslu og þekkingar meðal bænda. Ég vona að ég hafi náð að svara þessu þokkalega. Við þakkum Karvel fyrir góð svör. Það er orðið laust, það hefur enginn gefið merki á meðan hann talaði. Gjörðu svo vel, Jón Magnús. Kannski meðan hann færi sig hérna, þá var fundarritari að biðja að við myndum kynna okkur þegar við kemum í pontu, þannig að kannski ég ítreka það að þegar þið takið til máls að þið kynnið ykkur í leiðinni. Takk fyrir. Ég heiti Jón Magnús Jónsson. Ég er við hjónin kjúkling- og kalkunabændur á Reykjum Mosfellsbæ. Mér langaði til og ég var að vonast eftir umræðum á þinginu innflutninga á búvörum og svona þessi mál sem að brenna á okkur. Við höfum öll fylgst með þessu Úkraínumáli, þannig að var náttúrulega algjörlega fyrirsjáanlegt, en það sem mér mjög hugleikið að þetta ekkert bara kjúklingaræktin. Ég meina það farið að flytja inn lambakjöt líka og hver hefði trúað því. Og það maður kallar svolítið eftir því að forysta bænda og bændur og það unga fólk sem kemur á þetta þing, það stígi svolítið fram og það setji sér svolítið markmið og stefnur að þessi innflutningur á vöru sem við getum mjög vel framleitt sjálf, að hann bara minnki eða hætti. Ég myndi mjög gjarnan vilja taka þátt í svoleiðis umræðu að skapa okkar íslensku vöru sem er framleidd í þessari frábæru náttúru sem við höfum, með einhverjum hætti þann forgang að hún geti sótt upp á móti svona lögu alveg fullum fetum. Það er líka mér er líka aðeins hugleikið að það er verið að stofna samtök fyrirtækja í landbúnaði og það eru hreyfingar að koma því upp við hliðina á bændasamtökunum sem afl í okkar baráttu og okkar hagsmunabaráttu. Mér líst mjög vel á það. Ég vil þó aðeins að staldra við að það er hefur maður heyrt aðeins núning við þessi afurðafyrirtæki, að þau hafi ganga ekki kannski alveg í takt við það sem að grasrótin vill, það sem að bændurnir vilja. Ég verður náttúrulega að minna þá sem hér eru að þessi fyrirtæki eru náttúrulega fyrst og fremst og eiga að starfa fyrir sína skjólstæðinga sem eru bændur og selja þeirra afurðir fyrst og fremst. Ég ætla ekki að útiloka neinn innflutninga að neinu tagi, auðvitað kannski komist við ekki hjá því, en það þarf alltaf, íslenskar afurðir þurfa alltaf að geta komist inn aftur, verði einhver framleiðslubrestur eða eitthvað sem að bjátar á hjá okkur. Ég bara, þetta er svona smá innlegg og ég vonandi kemur smá líf í umræðunar við þetta. Þetta er kannski við það sem ég er að segja. Ég vil líka aðeins koma inn á það sem að þessir ágætu menn frá Landeldi er að segja. Það er hlutur sem að ég hef náttúrulega mikinn áhuga á. Það er notkun á þessum hráefnum sem falla til í landbúnaði til þess að auka íslenska náttúru. Við höfum bara alla tíð nýtt náttúrulega allan þann áburð eða skít, kalla skildi, frá okkar búi í grasnyt og kálrækt með mjög góðum árangri. Og ég bara ann ekki eftirspurn eftir skít í dag. Það er bara þannig að þegar menn fara að nota þetta þá ánýtist þessu og þetta er bara mjög skemmtilegt. Og ef það er hægt að koma því, við þurfum að flytja inn lífræn efni inn í þessar búskap. Kjúklingaræktin hefur náttúrulega verið töluð aðeins niður fyrir það að vera að flytja inn allt sitt hráefni, vonandi breytist það með kornrækt hér á landi. En ég hef snúið þessu upp í það að tala um þetta korn sem bara svona áburður sem við erum að flytja inn til þess að auka íslenska náttúru. Sendum hann í gegnum kjúklinginn og búið til áburð og síðan er þetta bara gras eða eitthvað, eða kál sem við borðum sjálf. Þetta er mjög það er allt þessi viðhorf og ég
birtist nú greinum okkur í næsta bandablaði, það nú eitthvað vísir að þessu þar, en nú er maður komin með eldmóðin, fann að hugsa þetta. Að þetta, já, kjúklingarækt er komin á þann stag að það fer ekkert til spillis. Nú eigum við þetta fína fyrirtæki þarna austur í Hraungerðishöfn, við tekum sláturúrganginn og allt sem til fellur og býr til mjöl úr því sem við notum til áburðar og landgræðslu. Þannig að ég get alveg staðið hér keikur og sagt að kjúklingaræktin er orðin bara, þar fer ekkert á haugana, ekki neitt. Þetta er svona útúrdúr. Ég ætla ekki að tala kjúklingaræktina fram yfir aðrar greinar hér, alls ekki, sko. En mér er mjög hugleikið að þessi hópur sem hér er fari virkilega að spá í það hvernig við getum skapað okkar framleiðslu brautargengi, þannig að hún sé fyllilega valkostur upp á móti innfluttri erlendri framleiðslu sem að mínum móti hefur ekkert að gera hér. Við sjáum það bara öll í gegnum þessum fyrirtæki okkar sem eru að slátra og vinna og selja og ég veit ekki hvað. Við sjáum alltaf þessa starfsemi sem þetta skapar og allt þetta líf sem þetta skapar í sveitunum og við höfum bara að vera þar og tala um það. Ég ætla ekki að gera þetta lengra nema að ég nefndi þarna kornaræktina, mér finnst það mjög spennandi mál og býð mjög spenntur eftir því og ég bara fagna því að það sé einhver í pólitíkinni sem hefur áhuga á þessu líka, sem sýnist nú að Svandís hafi bara alveg fölskvalaust. En ég bara svona vil að menn fari varlega, þetta þarf allt að gerast frá okkur. Við getum ekki bara sótt styrki og ætlast til þess að það beri þetta áfram hennar kyndil. Þetta verður að koma frá okkur, við verðum að setja hausinn aðeins í gapastokkin og kýla þetta áfram. Og þetta er eitthvað sem ég með allan þann ábyrgð sem fellur til mig hjá mér, ég er mjög spenntur að komast í svona lagið. En ekki meira í bili, bara vonandi eigum við hérna gott þing framundan, það er stutt en það verður laggott vonandi. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Þarna komu nú fram margir punktar góðir og flott ef við viljum ekki eitthvað taka kyndilinn og halda áfram með þessari góðu línu sem við byrjuðum á hérna. Gunnar, gjörðu svo vel. Þingforsetar, ágætu þingfulltrúar, ég tek undir með þér, Jón Magnús. Það er ekki neinu sem að þið sitji saman í nefnd núna á þinginu, þú og Yngvi Stefánsson. Og ég vona til að nefndarinnar hljómi akkurat á þessum nótum að við eigum alveg að geta framleitt þessi vöru sjálf og við eigum ekki að líða það að niðurfellingu tolla sé bara gert einhliða og það þarf að vera svona skýr skilaboð frá þessu búnaðarþingi að þetta er algjörlega ólíðandi í starfsumhverfi íslensk landbúnaðar. Og ég treysti ykkur til góðra verka í nefndastörfunum, þannig að ég vona að við fáum eitthvað bit í tillögunni, Yngvi, ekkert með hér neitt. Takk fyrir það, Gunnar. Vigdís gaf merki, einhverjir sem vilja gefa merki fleiri? Aðeins að fá að nefna fyrirkomulagi í nefndunum. Þið eru að vinna með stefnumörkun bændasamtakanna. Hún er inni á fundagáttinni og stefnumörkun bændasamtakanna var fyrsta skipti sett á síðasta ári. Þar voru aðilar sammála það í sérstakri nefnd sem hét á stefnumörkunarnefnd að móta stóru breiðu strókvöldin sem sameiginlega væru fyrir alla búgreinar. Stjórn hefur síðan ákveðið að þær ályktanir sem rataðar frá búnaðarþingi og annars vegar innsend mál að þau rati svo síðan jafnframt inn í stefnumörkun fyrir þetta ár. Gagngert vegna þetta snýst líka dálítið framsetningu. Það hefur nú yfirleitt verið þannig að þær ályktanir koma í hundraðavís, hver og eftir annarri, sem við sendum svo síðan í einu risaskjali, eða hefur verið gert áður.
þannig að við erum sent í einu risastóru skjali til ráðuneytisins, til þingmanna og okkar annarra svona hagsmunasamtaka og fyrirtækja í landbúnaði. En núna er þessi breyting á að það sem landbúnaðurinn stendur fyrir hér, það ratar inn í stefnumörkun og er það skjal sem starfsfólk skrifstofunnar og þeir sem innan greinarinnar starfa sammælast og starfsfólk skrifstofunnar vinnur svo síðan jafnframt að. Þannig að það eru allir sammála það hvert við erum að fara. Gjarnan óska ég eftir að það sé eitthvað bit í þessu vegna þess að eins og ég sagði við einn starfsmann hér, við gerum og hljótum að gera ítrustu kröfur, nefnið sem dæmi endurskoðun að raunum hreinlega bara að fella samningin ESB, tollasamningin. Sú ályktun er inn í stefnumörkunum frá því fyrra. Við reyndum að sigla í þá vegferð. Það raungerðist ekki vegna þess að þá höfum við sett bara alla milliríkjasamninga Íslands á annan endan. En hvað það? En það sem skilaboðið mín til ykkar er það að við þurfum þetta skjal fyrir okkur til þess að vinna eftir og ég held að þið séu ekki í neinu vandræðum með það að hafa eitthvað bit í þessu eða gera ítrustu kröfur. Þannig að við erum og starfsfólki er hérna fullkomlega reiðubúið til þess að vinna eftir því og svo síðan sjáum við hvað vörður við nálgumst á leiðinni með það. Gangi ykkur bara sem allra best. Takk fyrir það, Vigdís, og þá er það Finnur Pétursson næstur, gjörðu svo vel. Einhverjir fleiri sem vilja gefa merki? Þingforsetar og kæru þingfulltrúar, þingmenn, af því að það var farið að nefna áburð, þá get ég ekki sleppt tækifæri til að biðja ykkur að hneykslast með mér smástund. Koltvísýringur er alveg sérstakt áhugamál hjá mér. Það er efni sem er notað meðal annars í garðyrkju. Í áratugi hefur verið unninn koltvísýringur úr borholu austur í Grímsnesi og selt til garðyrkjubænda. En það sem mig langar til að biðja ykkur að hneykslast með mér yfir er að það er búið að ráðstafa eða verja milljónum og jafnvel milljónatugum og er áform það að verja milljörðum í verkefni sem gengur út á það að dæla koltvísýringi ofan í jörðina á Íslandi til þess að láta hann hverfa. Ég veit ekki hversu lengi það hefur staðið yfir en í einhver tíma er búið að vera að flytja inn koltvísýring til Íslands, væntanlega með skipum og selja garðyrkjubændum í gróðurhúsin. Takk fyrir. Við þakkum Finni fyrir að kveikja á þessari umræðu. Fleiri sem að vilja koma inn? Axel, ætlar þú ekki að taka þetta? Já, ég taka þetta. Ég ætla ekki að svara fyrir aga, sko. Ég var ekki að líka neina, ég var bara að brenda á staðinn. Axel, gjörðu svo vel. Það er áskorun. Já, kæri þingfulltrúar, Axel Sæland heiti ég, formaður deildar garðyrkju og kaupi koltvísýring í miklu magni. En staðan er þannig að koltvísýringsmagn á Íslandi er bara ekki nóg og hann er fluttur inn og meiri segja Ölgerðin og hún sagði upp samningnum sínu við Lindigas og flyttur inn sína kolsýru sjálft af því Lindigas er einokkunaraðili á Íslandi og setur bara sinn prís á þetta eins og þeim hendar og Ölgerðin sagði upp sínum samning og flyttur þetta sjálft inn og Garðyrkjan hefur svo sannarlega skoðað þessa hluti sjálf að fara gegn þessari einokun og flytja þetta inn og þá er það að kaupa iðna koltvísýring frá Evrópu í staðinn fyrir að fá hann hreinan upp úr holu á Íslandi. En hæðarendarholan, hún var einfaldlega þannig, það var verið að bora eftir heitu vatni og það kom hreinn koltvísýringur þar upp sem þurfti bara að hreinsa smá af brennistein, ef ég man rétt. Þannig að þetta er náttúrulega auðlind sem við höfum inn á Íslandi og það er bara að leikið sér á okkur með hann. En við kaupum hann enn að ég held allir garðyrkjubændur frá þeim og það hefur komið upp skortur þar sem þetta er flutt inn eða við bara ekki fengið. En það er staðan á því.
En nei, ég tek það í fjárhagsnefnd eftir. Takk. Takk fyrir það, Axel. Einhverjir sem að vilja koma hér upp? Það virðist vera allt mjög rólegt í því, þannig ég gef það bara sjálfur mér orðið í smá stund. Forseti og góðu þingfulltrúar, ég vil nú kannski byrja á því að taka undir þær þakkir sem hafa komið hérna fram til stjórnar og starfsmanna Bændasamtakanna og líka til stjórnar RML. Ég held að hérna á báðum stöðum hafi verið mikil og góð vinna unnin og undanförnum misserum. Ég var nú svona áður en að Jón Magnús kom hérna upp búinn að punkta hérna nokkur atriði. Það var tollar, innflutningur og verð og kröfur og eftirlit. Og allt þetta kom hann inn í með ágætum hætti og það er kannski heldur ekki tilviljun að ég er í þessari nefnd með þeim Yngva og Jóni og við kannski náum eitthvað að klóra í þetta á eftir. Mín tilfinning er svo að við séum að horfa á mjög hraðar breytingar varðandi innflutning hingað. Mjög hraðar breytingar. Og auðvitað gerist þetta í kjölfar þessa misráðnu tollasamninga, en það sem að ýtir undir þetta auðvitað núna er á hvaða stað við erum með verð á mat. Þó svo að við stöndum auðvitað öðruvísi svolítið með verð á innlendum mat, að þá hefur okkur einhvern veginn ekki tekist alveg nógu vel að koma því á framfæri að verðhækkanir á okkar innlenda mat eru með öðrum hætti heldur en verðhækkanir á erlendis á matvælum. Og þetta með kröfurnar sem þarna eru gerðar á eftirlit, bara til dæmis í kringum þetta Úkraínumál, þá erum við fullvissuð það að þarna verði allt bara alveg á kristaltæru. Við sjáum það svo svart á hvítu mjög snöggt þegar þetta byrjar að það er ekki þannig. Þetta er ekki haft þannig að þetta sé allt á kristaltæru. En það er ekkert gert, það er engin viðbrögð frá þeim sem að koma hér og segjast standa með okkur og vilji vinna með okkur að þessu málum. Þannig að það eru þetta bara grafalvarlegt mál að við stöndum frammi fyrir því. Þannig að ég held að við treystum okkur til þess í nefndinni að hafa bit þegar við förum að ræða þetta. Varðandi vinnu núna bæði hjá Bændasamtökunum og RML, þá er það held ég okkur öllum ljóst eða flestum sem erum hérna og höfum verið hérna nokkur skipti að það er búið að þurfa að vinna töluvert mikla innanhúsvinnu. Grunnvinnu til þess að hlutinni geti farið að rúlla. Og sú vinna hefur verið ákaflega vel unnin. Hún er nú víst búin að taka 10 ár hjá Karvel en kannski veitti bara sig ekkert af því að taka 10 ár í þessa grunnvinnu, koma okkur saman, láta okkur fara að vinna skynsamlega saman í hóp ráðuneytanna, þannig ég tala nú hér bæði sem bóndi og ráðuneytur. En núna held ég og núna ætti að vera grundvöllur og núna held ég sé lag til þess að við getum farið að sækja svona fram í þessu samtali við grasrótina meðal bænda, sækja fram í samtali við stjórnvöld og svona almennt út á við. Núna eigum við að vera komin á þann stað með innri vinnuna að við getum farið að vinna og sækja fram út á við og þá á ég bæði við Bændasamtökin og RML út frá því sem Hákon nefndi hérna áðan. Ekki fleiri bili. Orðið laust. Gjörst vel. Nú veit ég ekki hvað það heitir. Jón Björgvin. Jón Björgvin. Þetta er svo Jónu sem er svolítið rétt. Það er einhvern Jón sem segir Bændasamtökin. Ágætu þingfulltrúar og fundarstjórnendur. Ég heiti Jón Björgvin frá Taugaseli í Jökuldal. Mér langaði að bara taka undir orð sem hafa komið núna varðandi að hvað stjórn í Bændasamtakana hefur verið að standa sig vel. Það er alveg gríðarlega gaman að fylgjast með þessu fólki út af hvernig vinnu þau hafa verið að leggja fyrir okkur bændur út af því að það er ekkert auðvelt að byggja upp af rústum. Við vorum náttúrulega bara rústir
þetta byggja upp með 2 hendur tómar. Þetta er ekkert flóknara en það. Og þau eiga bara heiður skilið. Og ég tel að, ég er alveg sammála varðandi RML, að það er neikvæð umræða. Það er bara dálítið erfitt að snúa við neikvæðri umræðu yfir í jákvæða. Ég held að hún sé hægt og bítandi að fara í rétta átt, svona svo ég skjóti því inn í. Ég held að RML mætti koma til dæmis oftar, bara þó að það væri ekki nema Carvel og kannski einhverju stjórnendur sem að myndu bara droppa á stöðvarnar og í kaffi. Ég minnist þess aldrei að hafa hitt Carvel í starfsstöð RML á Austurlandi, en ég nú þó þarna aðeins, þegar ég er stjórnarmaður Búnaðarsambands Austurlands. Ok, já, en svona ef þetta er auglýst og kannski mæta 2 í fyrsta skiptið og 10 í næsta skipti. En varðandi svo út af að horfa að tala innflutning og ég ætla ekki að setja mig að tala eitthvað tollamálin út af ég hef bara ekki vitað því. En varðandi grænmetinnflutning. Ég heyri það á mínu svæði fyrir austan og veit það sjálfur út af ég er nú dálítið í búðinni að það er mjög erfitt fyrir okkur að fá íslenska framleiðslu af grænmeti á Egilsstöðum og held að það sé líka allstaðar á fjórðunum. Og þetta er algjörlega óþolandi sko. Og það er ástæðan fyrir því af hverju er farið að flytja inn grænmeti í gegnum ferjuna. Það er bara út af kokkar og matreiðslufólk á Austurlandi, það bara fær ekki nógu góða vöru. Við erum bara einfaldlega of langt frá Reykjavík og of langt frá framleiðandunum, grænmetisframleiðandunum okkar. Og þetta, þarna erum við að búa okkur til bakdýraleið og erum ekki að stoppa upp í það. Og þetta er eitthvað sem ég myndi vilja heyra hvort það sé einhver aðgerðaráætlun það hvernig við getum stoppað upp í svona. Þið vitið það öll að það er mjög mikil ferðamannaiðnaður á Austurlandi og sérstaklega á héraðinu. Og að koma inn í búðina dag eftir dag, maður þarf að fara að velja sér tíma hvernig maður fer í búðina á Egilsstöðum til dæmis, til þess að lenda bara ekki í örtröð. Maður kemur þetta dag eftir dag og það er ekki hægt að fá íslenskt grænmeti. Þetta er algjörlega óþolandi. Takk fyrir þetta. Stoppið og svarir, Gunnar. Gjör svo vel. Var Axel undan? Nei, ég er aldrei. Takk fyrir ábendinguna. Þetta er umhugsunarvert ef við erum að horfa á þetta og Eygló náttúrulega væntanlega fyllir í eyðurnar það sem upp á vandar. Ef við horfum á innflutning eða framleiðslu á íslenskum garðyrkjuafurðum í grænmeti, þá erum við að framleiða svona sirka 40% af heildarmarkaðnum. Það vantar 60% á markaðinn. Og það gerist ekki öðruvísi heldur en að flytja inn ef menn byggi bara almennilega og bæti svolítið hressilega í. Og svo ef við förum nú að taka útirækta grænmeti þá erum við ykkurum 18-20%. Og svo ef við tökum allt grænt sem við erum að borða, lauk og ávexti þá erum við einhvers staðar í réttum 20%. Þannig að þetta er verulega umhugsunarvert, þannig að ég held að skilaboði mín eru þau, okkur vantar öfluga einstaklinga til þess að byggja og til þess að bæta við. Palli, þú ert ekki orðinn svo gamall. En þetta bara endurspeglast í því og enn og aftur þá er höfuðborgarsvæðið sem að gleypir nánast alla íslensku framleiðsluna þegar hún kemur til Reykjavíkur. Það fer sáralítið af því út á land því miður sem er mjög dapurt. En auðvitað er þetta dreifingakerfi verslananna sem að stýra þessu. Það er ekki bændur sem að stýra þessu, heldur er bara sendt inn einhver gomma á hverjum degi og síðan fer þetta bara væntanlega út á Granda og upp á Höfða og eitthvað á höfuðborgarsvæðinu og Egilsstaðir verða út undan af því að þá eru bara allir tómatarnir og gúrkurnar búnar. Þetta er nú svona mín hugrenning í þessu en ég held að garðyrkjan geti gert miklu betur í að framleiða meira.
Það er vel gerlegt á grundvelli þeirra verða sem garðyrkjubændur eru að fá í dag. En enn og aftur þá held ég að það sem er eiginlega stærsti þröskuldurinn í því, það er þessi gríðarlegu háu vexti sem við búum við. Þetta er engin eini smáfjármunni sem kostar til þess að reisa svona alvöru apparat, þannig að það er svona líka umhugsunarvert. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta. Manni síðist að Austfirðingar þurfa að fara að byggja gróðurhús. Þetta sem er nóg hiti hann í kringum álveru allavega og oft er birta þarna, það er kannski ekki alltaf þoka. Axel, gjör svo vel. Ég varði að punkta þetta allt niður, bara til að muni það, en ég ætla svona að reyna að tala í heild, ekki bara garðyrkju, en þá var minnst að tolla hérna áðan og við erum ekki bara að díla við tollfrjálsan innflutning í landið, við erum líka að díla við það að þeir tollar sem eru til staðar í landinu, þeir halda ekki. Og það er bara verið að flytja vöru inn í landið á fullum tollum og hún er samt ódýrari en íslensk vara inn í mörkuðum. Þannig að það er ekki bara Úkraínumáli sem er að trufla okkur, það er líka það að bara okkar tollaumhverfi er orðið úrelt. Það byggir á samningum frá 95 að mig minnir og þar eru bara krónutölur eða kílóa tollar og það er náttúrulega við okkar verðbólgu sem við búum hérna að þá eru virði þessara tolla bara ekki neitt. 60 krónur kílótollir í kartöflum, hann gerir ekki, nei ég ætla ekki að blóta, hann gerir ekki neitt, góður í íslensku. Og það er eins í blómatollum og í garðplöntum, þar eru stykkjatollar og 90 krónur árið 95 var bunch of money ef ég vitni Gunnar, en það er ekki neitt í dag. Þannig að við erum að horfa á það að það er bara gríðarlegur innflutningur í þessum greinum til landsins vegna þess að þetta er bara orðin samkeppnisvara vara á markaði. Varðandi RML, að þá langaði mig að ítreka það við allavega tala fyrir sjálf á mig, nýtum við RML mjög mikið og RML er okkar þekkingarsetur. Ég sem garðyrkjubóndi get vitað helling sjálf á mig en ég veit aldrei allt alla en það er hlutverk RML að það er að ná í þekkinguna út allt og deilinni til okkar hinna og mér finnst svolítið mikilvægt við förum út í kosmosi með það að þekkingin er til staðar þar og hún á að haldast þar og vera til staðar þar fyrir þá sem koma svo inn í greinina seinna með. Og við sem verðum gömul og hættum, við getum bara átt okkar þekkingum og farið með hann í gröfina en hún á að verða eftir hjá RML. Og þeir eru okkar þekkingarsetur og okkar framtíð í því að koma okkur áfram. Það er bara mín sýn á RML og skiptir opaslega miklu máli. Grænmetiskortur í landinu, það er bara ekki framleitt nóg eins og Gunnar kom inn á og Guðrún Birna komst nú á orði síðasta fundi held ég að hún fann ekki íslensk grænmeti á Granda þannig að það er á fleiri stöðum þar sem að íslensk grænmeti fæst ekki en framleiðslan er bara ekki nálægt í nóg og það er margt sem spilar þar inn í, það er ekki bara vaxtastigið, það er líka það að þeir samningar sem við erum með við ríkið að þeir vinna næstu bara gegn sér. Ef við gerum meira þá minnka allir styrkir, það er bara eins og í öllum búgreinum. Þeir styrkir sem að koma frá ríkinu, því meira sem við gerum, því minna koma í styrkjum. Það er að segja, ef ég er með 2000 fermetra og er að fá 10 milljónir í styrk til að framleiða þar inni og hækka upp í fyrir 4000 fermetra úr 2000, þá er ég ennþá bara á þessum 10 af því að þetta flest bara út, það sem við erum að gera. Og þetta er svolítið bara hlutur sem við erum bara verulega hugsa inn í okkar samningum og þess vegna tölum við það að við viljum festa í prósentum en ekki vera með einhverja fasta sjóði, ekki 340 milljónir í endurgreiðslu á rafmagni, heldur 95% endurgreiðslu á rafmagni, saman hvernig er. Og þá kemur ríkið og segir, heyrðu, við erum ekkert með einhvern opinn pott fyrir einhverja bændur, en þeir eru samt með opinn pott fyrir kvikmyndageirann, þeir geta bara komið til Íslands og framleitt eins og þeir vilja og fá svo 25% endurgreiðslu saman hvað þeir gera. Og í áætlun ríkisins voru 2,3 milljarðar í áætlun endurgreiðslu til kvikmyndageirans og þeir endaði að endurgreiða 12,5 milljarð. Af því að þá komu náttúrulega öll kvikmyndafyrirtæki í heiminum til Íslands og byrjaði að gera eitthvað af því að endurgreiðslan var svo fín. En landbúnaður, hann kemst ekki þangað. Við förum ekki að opna pottin fyrir landbúnaði. Það gengur ekki upp. Þetta er orðræðin sem við fáum. Og við
Ég og Knútur í Friðumum, við sátum Bjarna Ben í einu teiti og fórum yfir þetta með honum og hann byrjaði að segja, af hverju gerir ekki bændur bara eins og kvikmynda gerir? Og við bara, getum við það? Af hverju ekki? Og hann var kannski búinn að fá sér 2-3, ég veit það ekki. En samt skilur af hverju eigum við ekki geta verið á þessari kröfu eins og hver annar, sko. Af hverju eigum við ekki að gera þessar kröfur? Af hverju eigum við að bjóða okkur eitthvað minna? Svo varðandi, mér langar aðeins að fara yfir rekstrarskýrslu RML varðandi skilyrðin í garðyrkjunni og eins og hún hefur gert fyrir nautgripi og sauðfjárbændur. Við fengum þessa skýrslu núna, sem þeir unnu 3 ár aftur í tíman, þetta er í fyrsta skipti sem fáum þessa skýrslu. Og þar kom bara mjög skýrt fram að viðbrögð spretthópsins við útiræktinni breyttu öllu í þeirra rekstrarumhverfi, þar sem áburður er bara gríðarstór þáttur í þeirra ræktun. Og sem sýndi bara að EBITDA í þeirra rekstri, hún hefur farið minnkandi mjög og hefði komið bara verulega illa út ef að þessi spretthópur hefði ekki gert sitt og komið með greiðslur þar inn. Þannig að mikilvægi spretthópsins var gríðarlegt á síðasta ári. Og enn og aftur sýndi RML hlutverk sitt og gaf okkur sýn á stöðu greinarinnar, það er engin annar að gera það. Anna var ekki, takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Axel. Það er nauðsynlegt fyrir okkur að hafa eitthvað gögn til þess að vitna í, sko. Eins og Axel var að tala með spretthópinn, þeir gátu sótt gögn og það var að fara eftir þessum að erum meðlaði til. Þess vegna menn heldur kátari eftir síðasta sumar heldur þetta hefur verið. Gjör svo vel, Eygló. Já, kæru þingforsetar og þingfulltrúar, Eygló Björk heiti ég, formaður VOR, ég er líka lífrænt ræktandi á Héraði, 15 mínútna fjarlæg frá Egilsstöðum, þannig að ég eðlilega kannski verð að benda á það að útiræktað austfirskt grænmeti er fáanlegt í verslunum á öllu Austurlandi og hefur verið það frá því í maí allavega frá okkur. Og ég verð ekki vör við annað en að viðhorf verslunarinnar í fjórðungnum sé mjög opið og jákvætt fyrir því að vera með íslenska vöru. En greinilega þá kannski er sýnileikinn ekki alveg nægilega mikill ef fólk tekur ekki eftir því sem er í hillunum. Það er rétt að vörur úr ylrækt skortir oft á tíðum, en það er Austurland þannig gætt að það er engin að nýta jarðhita til ræktunar og kannski stundum skortur á slíku. En þetta er svona svolítið svipað og hvað ég segja, sömu viðbrögð get ég svo sem sýnt gagnvart því hvernig stundum er talað kornrækt á Íslandi. Að Íslendingar séu ekki að rækta neitt korn, en það er líka fáanlegt í öllum verslunum. Almennt held ég að við séum svolítið að glíma við það með viðhorf til íslenskrar framleiðslu að fókusin er oft hjá fólki, það fer eitthvað út en horfir síður á það sem við höfum og erum að gera. Þetta er almennt vandamál finnst mér á Íslandi og er akkurat þetta sem við erum að fást við í sambandi við innflutningi. Til kannski óskopunum að vera að flytja inn lambakjöt. Svolítið að byrja heima hjá okkur og viðhorfið er mjög opið og jákvætt og ég bara hvet fleiri til dáða í ræktun. En það var aðeins líka talað strúktúr og ég man að ég stóð þetta fyrir nokkrum árum og talaði batt svona ákveðnar væntingar og vonir til þessa nýja félagakerfis þar sem ég held ég hafi fullyrt að það væri leið til þess að rífa niður múra á milli manna og bara gleðilegt að geta sagt að ég finn fyrir því hvað varðar lífræna framleiðslu og það sem við höfum svona verið að standa fyrir og þetta hlýtur að hafa mætt mikið á ykkur starfsfólki bændasamtakanna og þeim sem í forsvari þar og bara tek undir þakklæti og hrós til ykkar fyrir þetta mikla starf. Og aftur talandi að svona rífa niður múra og þjappa fólki betur saman. Varðandi aftur svona það sem við erum að fást við í lífrænni framleiðslu, þá höfum við verið mjög einbeitt núna undanfarið og erum áfram í að koma svona þekkingunni á þessum búskaparháttum frá bændunum og inn í stofnanirnar. Og sem betur fyrir höfum við náð mjög góðu samstarfi við RML og við bara hrósa þeim fyrir
opið viðhorf gagnvart okkur og því samstarfi sem við höfum átt við RML. Virkilega ánægjulegt að sjá þetta bara þróast í þessa veru. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Björn Holti, gjör svo vel. Fundarstjórar, góðir fulltrúar. Björn Harðarson heiti ég, er kúabóndi og með loðdýr sem hobby. Enda mjög dýrt hobby. En þakk bæri kúnu, þá er ég ennþá loðdýrabóndi. Ég ákvað að koma upp, þetta er fyrsta sinn sem ég kem að búnaðarþing. Segja nokkur orð. Ég vil taka undir þakkir til stjórnar BÍ og finnst að við megum ekki gleyma að þakka starfsmönnum BÍ. Þeir hafa örugglega unnið vinnuna sína mjög vel í þessu ferli núna. Samstaða bænda hefur nú verið misjöfn en með þessu nýja fyrirkomulagi heldur við séum alveg á réttri leið. Ég var að búgreinaþingi daginn og það var mjög gaman. Maður hittir fólk úr öllum geirum og samtalið og skiptist á reynslu eins og bara hér núna líka. Hvað var það RML, þá held ég þetta sé svolítið vani. Hérna áður fyrir fengum við allt bara upp í hendurna frá búnaðarsamböndunum. Borguðum ekkert fyrir það, sáum ekki kostnaðinn. En núna þurfum við að sækja þjónustuna og borga fyrir hana. Kannski svolítið sem við þurfum að læra bara að nýta okkur. Ég held það sé allt á réttri leið líka. Og okkar innan stærstu ógnunum hérna sem eins og fram hefur komið og sem þarf náttúrulega að taka upp í búvörusamningu næstu, það er þessi tollamál og innflutningurinn. Og svo nú eitt nýtt farið að hoppa upp núna, það er Dýraverndarsamtök Íslands. Það er náttúrulega sama þróun í öðrum löndum, ég held að það sé kallað urbanisering, borgarsamfélag. Fólk veit ekkert landbúnað, þetta er allt Bambi og sætri kettir og allt þetta sko. Og mér er þess að minkarnir eru fallið í kettir. En það byrjar bara þar, það byrjar á minkuna og nú vilja menn fara að komast inn í svínabúin og hænsnabúin líka og menn vilja fá fylgjast með ferlunni hjá MAST. Það er bara eitthvað sem þarf að hafa í huga líka sko. Og ég held, og einhver sér stofnun fyrir dýravelferð held ég sé engin þörf og það er bara þetta meiri peningin í MAST. Svo þau getur unnið vinnunum sína. Og MAST er ekki óvinnur okkar, þetta er bara við að vinna með þeim í þessu ferli allir saman. Og svo bara skemmtu okkur vel í kvöld. Takk fyrir þetta. Vel. Þingforsetar og kæru þingfulltrúar. Halldóra heiti ég, Hauksdóttir og er formaður deildar eggjabænda og sit jafnframt í stjórn Bændasamtaka Íslands. Ég eins og eflaust margir hér verð ekki þreytt af því að tala tolla. Þannig að ég ætla aðeins að fá að gera það, þar sem ég sit ekki í þeirri nefnd sem kannski sérstaklega þá varðandi þessa nýju heimild sem kom varðandi innflutningina á úkraínska kjúklingum. En mér langar bara að vekja athygli á því að sú heimild rennur út í lok maí. Þannig að ég segja að það sé mjög mikilvægt að við sendum héðan á þessu þingi bara skýr skilaboð hvað við teljum þetta slæmt fyrir íslenskan landbúnað. En helstu ógnanir okkar margra eru þetta að lækka eða fella niður tolla. Og sömuleiðis ef það hvarflar af þinginu að halda áfram eða að framlengja þessa heimild, þá hefur maður vissulega miklar áhyggjur af þeim ruðningsáhrifum sem það getur haft í för með sér. Ég hjó eftir hjá Gunnari formanni í ræðu hans vorum við að tala hlutverk okkar bænda og verðbólgunar. Það finnst eins og ráðamenn svolítið einhvern veginn allt í einu eru bændur einhverjir lykilmenn í því að hafa áhrif á verðbólgu. Og það er beint eiginlega til manns að hafa ykkur hæg og ekki hækka verð og við verðum svolítið standa inn eftir og get ekki hækkað en samt einhvern veginn hækka allir aðrir.
Og ég skal alveg játa það að ég hef miklar áhyggjur af því hvernig fjármálaráðherra hefur talað það að fara mögulega inn í tollakerfi landbúnaðarins. Og þá til þess að lækka matvörur og bæta kjör almennings, mér minnir hann hafi orðað þetta einhvern veginn svoleiðis. En þetta er að mínu viti ekki góð leið til að jafna kjör og lækka verðbólguna. Það er það að lækka tolla. Ég tel að það leiði til þess að ríkið missir tollatekjur og viðskiptahalli getur vaxið í kjölfar meiri innflutnings. Þannig að mér langar bara svona brýna þingið, við erum bara ákveðin í því hvað við viljum gera í þessum tollamálum. Takk fyrir mig í bili. Jæja, orðið laust þá. Við nú að síga á seinni hlutan í þessu umræðu. Þessi, gjör svo vel. Ykkur fleiri. Já, ágætu þingfulltrúar. Ég vil eins og aðrir bera þakkir til stjórnar og starfsmanna Bændasamtakanna fyrir velunum störf undanfarið. Þetta er allt í áttina hjá okkur að negla þetta saman. Það er svona nokkru punktar sem að mér brennur svolítið á mér og það er til dæmis það að ég er nautvækjusframleiðandi og við erum í miklum vanda núna. Það er mjög mikill samdráttur framundan í framleiðslu sökum mjög slæmrar afkomu undanfarinna ára og í rauninni svo að stjórnvöld er búin að hafa undanfarin ár viðurkennt vandann í greininni með eingreiðslu. Það er búið að henda í okkur peningum bæði 21 og svo líka núna 22 með sprettgreiðslum. En hvað með árið í ár? Kölluðu Bændasamtökin ekkert eftir neinum stuðningi áfram? Vandinn er enn til staðar, það er hátt áburðarverð. En nautvækjusframleiðendur bregðast bara við með því að setja ekki kálfana á, þeir eru bara sendir í sláturhús eða afleiða þeir heima. Og á sama tíma er gríðarleg eftirspurn. Ég fæ bara vikulega símtölu það bara hvað er í pípunum hjá okkur, ég get ekki framleitt meira og seinast í gær var ég á fundi með Högum og að það var eina sem komst það hjá mig, getið þið tvöfaldað framleiðslu, getið þið þrefaldað hana? Og við segjum bara, jú það kostar, við getum það, við höfum alla innviði í landinu sem framleiða góða landbúnaðarvörur eins og en það skortir vilja til þess að einhvers staðar í kerfinu að greiða okkur framleiðslukostnað fyrir vöruna. En það er svona ég kalla eftir því svona aðeins spurning hvað kölluðu Bændasamtökin ekkert eftir auka stuðningi. Ég vil skora á okkur og stjórn að við eða þingið að veita stjórn Bændasamtakanna umboð til þess að halda áfram með að koma á fót samstarfsvettvangi við samtök fyrirtækja í landbúnaði. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt og gott mál. Við þurfum að þétta raðirnar og fá meiri þunga í okkar hagsmunabaráttu og eins og ég lýsti ykkur varðandi einmitt þessi skortur eða fækkun ásetnings nautkálfa. Það er 10% minni ásetningur núna heldur en janúar 91 og þetta er líka farið að býta fyrirtækin sem þjónusta okkur. Öll þau sem það skiptir mig einhver máli hvort þegar nágrannir hringja og vilt ekki taka kálfana og segja nei þetta er bara tap fyrir mig, ég þarf að borga með þessu. En í staðinn þá erum við ekki að kaupa aðfung og við reiknum það saman við Jón Örn hérna á dögunum að þessi 2500 kálfar sem við settum ekki á seinustu 2 ár það kostar fyrirtæki í landbúnaði 1 milljarð í töpuðri umsetningu. En ef við hefðum haldið við bændur, hefðum sett á þessa kálfa, þá hefði það skilað okkur eitthvað 800–900 milljónum í auknum tekjum eða nú þetta árið. Þannig að þessi samdráttur í umsetningu í landbúnaði, þetta eru glötu tækifæri fyrir mjög marga. Og það er mjög slæmt ef að afkoma bóndans eða
að bændur séu orðnir veikasti lekkurinn í þessari löngu keðju í matvælaframleiðslu í landinu. Og við þurfum auðvitað að koma því vel á framfæri og ég held að það sé svo sem alveg skilningur á því, en menn eru bara að vakna upp við það hanga margir á þessari keðju. Og það, ég upplegaði mínu rekstri og mér þykir auðvitað mjög súrt alla daga, það fá allir sitt sem ég kaupi þjónustu af. Og allir endurnýja sín framleiðslutæki, það kemur nýr fóðurbíll í laðið og nýdressaðir iðnaðarmenn sem að allir hverfum hádegi föstudegi úr vinnunni og sagði fram eftir göttunum. Það fá allir bara sitt, launahækkanir og annað. Og við eigum svo bara stundum ykkur aðra atvinnustarfsemi til þess að borga tapið öllu klappinu svo allir aðrir fá sitt. Þetta bara rauninni staðinn sem mjög margir bændur standa fram fyrir. Svo þetta fjármagnskostnaður í landbúnaði. Við brýndum stjórn að vinna í að vekja athygli á þessum gríðarlega kostnaði sem að landbúnaðurinn stendur eða þarf að greiða hverjum tíma. Það eru margir milljarðar sem flæða út úr landbúnaðinum í formi fjármagnskostnaðar. Og hvar lendir þessi fjármagnskostnaður? Lendir hann ekki inn hjá ríkinu í mörgum tilfellum sem arðgreiðslur á fjármagnsstofnunum? Og ég spyr mig, getur ekki Bjarni gefa okkur bara afslátt svona, eða sett svona sér stuðningslið í búvörusamning að endurgreiðsla á fjármagnskostnaði? Ef það einhver vilji til þess, en ég veit að það náttúrulega ekki. En ég ætla svo sem ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bessi. Þá næstur handhafi landbúnaðarverðlauna, hann Þorgrímur, gjör svo vel. Þannig að Þorgrímur talar, þegar hann verður búinn, þá lokum við mælendaskrá og þeir sem vilja tala, gefið þá merki meðan hann að flytja sína ræðu. Það allavega hérna 4 allavega mælendaskrá. Þingforsetar, góði félagar. Mér langar að byrja á RML varðandi það að hvort að fólk eða hvort að við höfum neikvæða skoðunar á RML. Ég held að þetta sé einmitt svolítið þessi útgangspunktur af minnumáttarkennd hjá okkur mörgum hverjum bændum. Hér áður fyrr þegar búnaðarsamböndin voru svona okkar tengiliðir við þekkinguna, þá voru þetta oft fólk úr nágrenninu, ráðunautar í hverju héraði og það var svona á góðu kunningsskapur og fólk upplifði sig á svona jafnréttisgrunni. Síðan þegar þessi breyting á sér stað við uppstokkunina, þá verður svolítið svona skil og við þurfum að upplifa það að við þurfum að borga fyrir öll okkar samskipti við RML. Það svona það sem maður heyrði fyrst, að þetta væri svo mikil kostnaður í kringum þetta og þetta væri bara tímasóun og þetta fólk vissi ekki hvað það var að tala um. Ég var nú búinn að vera bóndi í 30 ár og lærði þetta alltaf pappa og hann lærði þetta afa og við þekkjum þetta öll, þessa sögu. En ég held að þetta sé sem betur fer á undanhaldi þetta viðhorf, einmitt vegna þess að þeir flestir sem eru að koma inn í búskap í dag eru að koma úr bændaskólum eða skólum þar sem þeir hafa lært og afla sér þessa þekkingu sem felst í því að vera bóndi og taka við keflinu og bera það áfram. Að vera kyndilberi, það gerir maður bara á einum ólympíuleikum og svo alltaf einhver annar sem tekur við og fer inn á næstu ólympíuleika og það eins með þetta. Og ég held að ég hef fulla trú á því að það eigi eftir að vera hér ákveðin breyting í samfélaginu hjá okkur bændum þegar að bændur fara að vera koma meira með þekkingu sjálfur inn í sinn búskap og vita hvað það er mikilvægt að sækja þekkinguna áfram til ráðgjafarmiðstöðvarinnar eins og hverja annara sem við þurfum að leita ráða hjá. Aðeins varandi jarðrækt, nú á að fara í þessa hvað er þetta nú að kalla, kornáætlun, korngerðarframleiðslu og það er gott og vel og ég vona bara að okkur takist vel þar upp. Það eru víða hér land sem eru ekki jafnvel til þess fallin að rækta korn
og ég vona að það verði þannig að það verði ekki farið aftur í einhverja tilraunastarfsemi að reyna að rækta korn á erpstöðum sem við erum búin að gera 10 ára tilraun sem að skilaði engu, en þess í stað get ég ræktað eitthvað annað. Þannig ég ætla rétt að vona það að þessi jarðrækt sem við erum að fara inn í núna á næstu árum snúist ekki bara kornræktina og snúist það í rauninni að búa til gott fóður fyrir skepnurnar okkar. Í svona litlum samfélögum eins og ég bý þarna vestur í Dölum, þar sem að býr að megninu til gott fólk og að megninu til góðir bændur, þá ofboðslega mikil minnimáttarkennd og við búum til dæmis við það að það er ekki ræktun í tún í sveitinni og það er ekki endurræktað. Við endurræktum aðeins á hverju ári. Við höfum ekki fjármagn til þess að endurnýja tæki eða tól til þess að standa í þessari endurræktun, þannig að við leitum á náði búnaðarfélagsins og notum tæki og tól sem eru töluvert gömul og til ára sinna á slitin. Og svo var núna sendi ég erindin að búnaðarfélagi hvort við getum ekki keypt nýjan plóg og haft nú svona kannski 4 skera í staðinn fyrir þennan 3 skera sem við höfum haft núna og kannski vendiplóg í leiðinni. Það var bara svarið nei, veistu, sauðfjárbændur, þeir eru ekkert að fara að endurrækta. Og þetta er svolítið viðhorf sem við heyrum allt og víða. En landbúnaður á að snúast jarðrækt, ekki síður en kvikfjárrækt. Og eiginlega bara meira jarðrækt heldur en kvikfjárrækt. Því jarðræktin er grundvöllurinn að því að við getum gert hér góðar hrávörur eins og mjólk og kjöt, grænmeti og annað í þeim dúr. Þannig ég ætla að vona að það verði svona litið til þess að við einblínum ekki bara á kornræktina þó að hún komi til með að vera kannski leiðandi í þessu verkefni sem við erum að fara fram í. Það er samhliða þessu, þá hefur við rætt á bókaræðinþingi innan Auðgripræktardeildarinnar. Ég glemdi náttúrulega að kynna mig, ég heiti Þorgrímur Guðbjörnsson og ég er kúabóndi. En það var rætt á bókaræðinþinginu að okkur langar að breyta heyverkunaraðferðir, minnka plastið, fara meira í stæðuverkun eða voteisverkun annars konar heldur en hefur verið gerð með þessum rúllum. Þetta eru líka fjárfestingar, það þarf að breyta þá þessum búnaði og er þetta þess virði að fara af stað í þessa vegferð? Er viljinn einlægur hjá ríkisvaldinu og samfélaginu að við minnkum olíu og við minnkum plast? Og ef við ætlum að fara þessa leið þá getum við ekki gert það einir og óstuddir. Það er breytt hér búskaparhætti eða fóðurverkunarhætti og mjög ört á árunum 1975 til 1990. Síðan höfum við verið mest með rúllur og svo aðeins verið farið í stæðverkun upp á síðkastuð og það er svona það sem að menn hafi mikið verið að einblína á og vonast þess að fara út í. Því miður þá hafa þessi fóðurheimildisturnar ekki þolað íslenskt veðurálag þegar þeir eru tómir. En á meðan þeir standa uppi og eru í góðri virkni þá eru þeir að gefa okkur afbragðsfóður. Og það er kannski líka ein leið sem við þurfum að skoða hvort að það sé eitthvað síðri leið heldur en stæðuverkunin. Og þá komum við náttúrulega að þessu sem að ráðherra nefndi áðan með fjárfestingarstuðning. Og það er eitthvað sem við verðum held ég að horfa aftur til að einhverju leita eins og var hérna í kringum 1970-80. En kannski ekki alveg jafn grimmt og var gert. Það var einn bóndi í minnisveit sem að byggði sér fjárhús og það var svo góður styrkurinn á haugkjallarann að hann hækkaði hann 2 metra. Það er 3,5 meters dýpt í haugkjallaranum í fjárhúsinu hjá honum og með því að hafa svona háan þá gátt að borgaði yfirbygginguna og þessu hreykti hann sér af. Grænmeti er náttúrulega eitthvað sem að við getum haft sem okkar aukabúgarinn að mörgu leyti í okkar eigin búskap. Ég er nú með nokkra kanínur og til gamans þá rækta ég nú kál og gulrætur fyrir þær. Ég er sjálfur ekki mikið fyrir að borða grænmeti. Ég borða helst soðið og í lasagna. En
krakkarnir, barnabörnin, þeim finnst þetta rosalega gaman að koma í sveitina og skjótast út og sækja gulrætur og kálbæði til að hafa í salatunum hjá ömmu og eins til að gefa dýrunum. En það eru fullt af svona sóknarfærum, en þetta kostar okkur allt tíma og peninga. Og það vitum við sem erum búin að standa í þessum búskap í mörg ár. Nýliðun. Það hefur verið rætt nýliðun núna í undanfarin ár. Kannski stend ég á tímamótum, ég dreymdi draum í nótt. Ég dreymdi draum að ég sá fjall sem heitir Þórutindur. Og það er í næstu sveitu mig, það er inn í Hörðudal. Og á gamla bænum á Erpsstöðum þá sér maður svona rétt yfir hlíðina fyrir ofan bæ sem er á móti mér Tindinn. Og ég lít þarna yfir og segi við Helgunni, heyrðu, það er komið annað fjall þarna við hlíðina. Við þurfum að fara á þetta fjall. Og þegar ég stóð hérna í dag þá hugsaði ég það þegar ég tók á móti viðurkenningunni, kannski er ég bara komin á Tindinn á þessu fjalli og nú þarf maður að fara að finna nýtt fjall. Og þá horfum maður einmitt á þetta með nýliðun. Hvað getum við gert til þess að auðvelda nýliðun? Það er náttúrulega númer 1, 2 og 3 að fá gott fólk út úr bændaskólanum. Gott fólk sem er tilbúið að takast á þessi verkefni. En þau þurfa stuðning. Við viljum náttúrulega helst að þetta fólk sé ungt og ferskt þegar það tekur við búum. Þannig að það hafi einhverja orku til að vinna með þegar það tekur við búin og heldur áfram það sem frá var horfið af fyrri kynslóðum. Og eins og ég held að það hafi verið Gunnar nefndi áðan, að gera betur en sá sem var á undan. Það er alltaf hlýtur að vera markmið okkar allra. Að gera alltaf betur en pabbi gerði og það svo framvegis. En samhliða nýliðuninni, þá þurfum við líka að huga að geðræktinni. Því það er ekkert grín fyrir ungt fólk að taka við búum og steypa sér í skuldir og eiga börn og vera með þau í skólum og afþreyingu og allt sem það kostar og það er í kring. Á sama tíma og það þurfa kannski báðir aðilar að vera að vinna utan bús til að ná að halda rekstrunum ofan við núllið. En til hvers erum við þá bændur ef við þurfum að vera að sækja tekjurnar yfir lækinn? Það er ekki svo búskapur sem við viljum, er það? Þetta er vandmeðfarið og þetta er að mínu mati landbúnaður einn af fjörekkjum þjóðarinnar. Og það þarf að passa upp á það að við stöndum vörð íslenskan landbúnað og byggjum á traustum grunni, nýtum okkur ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, nýtum okkur krakkana sem eru að koma úr skólanum, úr landbúnaðarskólanum, hvetjum þá sem er að fara af stað í nýbreytni í sinni atvinnustarfsemi. Það er fullt af eggjum sem við getum notað í körfun okkar, þá sé ekki bara kýr eða kindur. Og það þarf ekkert að vera mikið. Það er bara nóg að gera eitthvað lítið sem getur á ákveðnum tímapunkti skapað þér það lífsviðurværi sem að þú ert búin að vera að bíða eftir án þess að þurfa endilega að vera mókaskít, sem er náttúrulega okkar aðal atvinnustarfsemi. En ég óska ykkur góðrar fundarsetu og sérstaklega skemmtunar í kvöld. Takk fyrir þetta, Þorgrímur. Er einhverjir fleiri sem vilja tjá sig hérna árið loka með endaskrá? Þá lokum núna bara. Og það eru 8 mannsæti á endaskrá og við tökum ræðutíman í 2 mínútur þar sem eftir er. Hvaða þurfið sem er næst? Forsetar, starfsmenn og kæru þingfulltrúar. Það var tvennt sem langaði aðeins að koma inn á og það er fyrsta lagi að brýna þingið þegar það kemur að því að ræða lausagöngumál sem mitt sérstaka áhugamál þessa dagana. Og ég veit að það eru kannski ekki allir sem að skilja það náttúrulega allir, en þetta er misjafnt hvernig þetta leggst á landsvæði. Og það eru sum svæði sem verða fyrir miklu meira höggi en önnur. Og ég tala fyrir eitt af þeim svæðum að því á Austurlandi og þar sem ég er, til dæmis í Fjarðabyggð, þar er engin afrétt. Þar gengur allt fé á heimalöndum og ég er alveg sammála því að auðvitað þá engin að verða fyrir ágangu sauðfé. En þessar 2 búgreinadeildir, þær verða samt að geta starfa saman. Og við verðum að reyna að finna einhvern grundvöll þar sem við getum verið sátt og fundið eitthvað svona einhverja sameiginlega vegferð sem
Ég er ennþá stressuð þó ég sé búin að koma inn upp oft. En já, þannig við verðum að finna einhverja sameiginlega vegferð. Og mér finnst líka eins og núna undanfarið þá hefur heiftin verið svo mikil og það er ótrúlega leiðilegt að horfa upp á að ég sem unga bóndi og það eru fleiri kringum mig að við verðum fyrir endalausu skítkasti og vanhæfistillögum og ályktunum og við fáum engan frið. Bara því að við eigum sauðfé sem að gengur kannski ekki alltaf á skynsamlegum svæðum en við höfum samt, og það er ekki okkar ósk, við erum ekki að planta þeim niður einhvers staðar þar sem það er ekki að vera og auðvitað verðum við bara að geta unnið þetta í sátt. Og þegar að það hefur verið hringt í okkur eða við beðum að koma að sækja kindur þá gerum við það. En það þarf ekki alltaf að fara allt í hasar. Og það er það sem mér finnst verst. Þeir eru verið að tala hérna þessi komin samstæða og deildir að starfa saman. Það sé samt svona mikill núningur þarna. Og það að við höfum orðið uppvísað því að það séu bændur úr bara skógabóndi og það er bara opinbert. Að það er hérna að hann er búinn að skrifa það opinberlega að hann hafi skorið það fé sem kom inn á hans landreng þar sem er skógrækt. Og þetta er náttúrulega ólíðandi að það sé verið að drepa fyrir okkur fé og það var ekki eins og búið að biðja að það yrði sótt. Þannig að mér finnst að við þurfum að reyna að vera svona aðeins sanngjarnir og líka bara að passa hvernig við tölum þá sem að eiga að vera svona með okkur lið. Takk. Takk fyrir þetta. Ekki Halla. Halla Eiríksdóttir heiti ég, stjórnarmaður í Bændasamtökum, ágætu þingforsetar og fundarmenn. Ég ætlaði bara að byrja að þakka ykkur fyrir að mæta. Það er búið að þakka stjórn og starfsfólki, en ég ætla að þakka ykkur fyrir að mæta. Og bara hef mikla væntingar til ykkar starfsemina í dag, því að mér finnst við hafa náð ákveðnum árangri. Frá því ég kom hér fyrst á búnaðarþing þá skildi ég ekki hvernig var hægt að halda búnaðarþing með ótrúlega mörgum nefndarfundum og skauta fram hjá aðalmálum. Núna finnst mér við að ná því að fanga áhersluatriði í stefnumörkun Bændasamtakanna og það gefst tækifæri í hverri nefnd að brýna það og setja það á oddinn sem ykkur finnst mikilvægast undir stefnumörkun og þá hafa allir félagsmenn og bændur sameiginlegt plagg sem þeir geta nýtt sér í allri sinni vinnu og málstað. Og þetta á að vera eins og biblían okkar og ég vona að þið hafi hlustað vel á orð Ólympíufarans. Takk kærlega fyrir þína framsögu því að þú varst að tala hluti sem við langar að brýta á, það er semst varðandi geðverndina til þess að standa þetta af sér eins og Þuríður að segja, maður þarf bara að geta staðið af sér óskaplega erfiða hluti og þá höfum við þetta alveg eins og með jarðræktina. Við þurfum að geta staðið í lappirnar, taka okkur pláss og vera stoltari sem við gerum, hafa biblíuna með okkur og svo höldum við áfram. Þakka okkur kærlega fyrir. Herdís, gjörðu svo vel. Gott að vera nálægt. Herru, takk fyrir. Mér langar bara að nýta tækifærið og bara bjóða okkur að þakka ykkur fyrir komuna og segja hæ, Og nú kemur svo vel að maður getur talað hratt. En mér langaði náttúrulega auðvitað líka að nýta tækifærið. Það er búið að þakka starfsfólki og stjórnarfólki og öðrum. En mér ætla nú samt að gera það. Þetta er búið að vera, nú er ég búin að vera 1 ár í stjórn Bændasamtakanna og það er nú ekkert ofsögum sagt að áskoranir í landbúnaði hafi verið talsverðar síðasta árið og mér langaði nú líka þakka fólkinu sem situr með mér í stjórn en ekki síður og fyrst og fremst kannski Gunnari og Vigdísi sem hafa náttúrulega unnið langmestu vinnuna og eru þar upp á dag, upp á skrifstofu og taka á móti alls konar málum og mér langaði að þakka þér kærlega Gunnar fyrir þitt framlag á árinu. Það var sagði einn við mig daginn, helviti vonda tilfinning fyrir þessu. Mér líður eins og allt sé að fara til andskotans. Og það er náttúrulega eðlilegt að okkur líði þannig. Það eru miklar áskoranir. En síðasta ár varð samt til þess að umræðan matvælaframleiðslu, fæðuöryggi og gæði íslenskrar framleiðslu hefur kannski aldrei verið jafn mikil. Og mér langaði náttúrulega auðvitað líka nýta tækifærið til að brýna fulltrúa til þess að koma með skýra og góða ályktun tollamál og starfsumhverfi landbúnaðarins. En af því sögðu langar mig líka að minna á
Við erum farin að upplifa það að verslunin er farin að koma til framleiðenda og spyrja af hverju viljið þið ekki framleiða meira, hvað getum við gert? Af því þeir segja það bara hreint út sagt, við náum ekki að selja innfluttu vöruna. Og þá er náttúrulega verið að finna alla leiðir til þess að láta hana fljóta inn og svona plata neytandann til þess að nota hana. Og þá svona langar mig kannski að leggja áherslu á það að svona ég sé fyrir mér að þetta ár sem við erum að fara núna inn í eigi að vera árið sem Ísland staðfest á að sjást þá koma á allar vörur. Ég hef skilning fyrir því að það tekur tíma að koma þessu í umbúðir og annað, en þetta er okkar sterkasta vopn að mínu mati. Vitund neytenda er bara orðin meiri. Þarna eigum við gríðarlega tækifæri og að því að við erum kannski búin að vera, og það er skiljulegt að við séum kannski svolítið þungi yfir stöðunni, en ég vil benda á að framtíðin er kannski líka björt. Það er vilji til þess að varan okkar komi á markað. Ertu að fara að pípa á mig eða? Nei? Ok. Já, það var allavega eitt sem ég langa að, ég held ég að ná að koma einhverja, en ég held að framtíðin sé kannski ekki jafn svört og við sáum fyrir ykkur og bara áfram íslenskur landbúnaður. Takk. Takk Herdís fyrir skörulega ræðu og hraða. Óli Björn, gjör svo vel og svo Steinþór eftir honum. Kæri fundarstjóri og aðrir fulltrúar. Ég tók við búi í Garðyrkju fyrir 2 árum síðan og mér er mjög hugleikið hvernig get ég hvatt aðra sem eru jafngamlir ég til þess að verða nýliðar og taka við búum og ég hugsa náttúrulega mikið um Garðyrkju. Og það kom upp spurning á einum af þessu viðburðum sem að bændasamtökin stóðu fyrir í fyrra, þar sem var spurt af hverju eru ekki fleiri gróðurhús á Íslandi. Ég ætla nú ekki að leysa þá spurningu hér, en ég varpaði þessu svona út í kosmósið. Eitthvað geti haft með fjármagn að gera, eitthvað geti haft með erfiða vinnutíma, eitthvað geti haft með nýliðunarstuðningin hans ekki nægilega hár, enda fjárfesting í Garðyrkju í dag, sérstaklega þau bú sem eru að fara á sölu, bara leiðinu upp. En ég velti fyrir mér hvort að það þurfi ekki líka að halda svolítið vel utan þá aðila sem eru að fara inn í greinina. Hvort það þurfi ekki að verða einhvers konar rekstrarráðgjöf fyrir nýliða sem að leiði þá áfram og bendi þeim á hvað betur megi fara. Það sé ekki nóg bara að setja upp rekstraráætlun til 5 ára og svo gjörðu svo vel, þú ert komið með búið þitt, þú ert komið með lánveitingu hjá Byggðastofnun. Hvað svo? Ef að einstaklingar hafa kannski ekki nægilega góða bakhjarla, þeir eru ekki með nægilega sterka endurskoðendur, ætti það ekki vera ráðgjafa apparatið okkar sem að býður nýliðum sem eru að koma inn í greinina þetta jafnvel þeim að kostnaðarlausu eða á mjög hagstæðum kjörum til þess að svolítið grípa þessa nýju aðila svo að þetta vaks ekki fólk í augum og heilsan og geðheilsan fari út þúfur og allt í skrúfuna og ég velti því svolítið fyrir mér. Að öðru leyti er ég mjög sammála þessari hneykslun á Carbfix. Ég var alveg til í að geta kolefnisjafnað allan þessa kolsýru í garðyrkjustöðinni minni en það er því miður ekki þannig. Takk fyrir. Ég vona að ég fái aukatíma því ég fljótur upp. Steinþór Logi Arnarsson heiti ég, nýorðinn sauðfjárbóndi í Stórholti í Dölum og er sömuleiðis formaður Samtaka ungra bænda og ágætu þingforsetar og ágæta þing. Ég vil örstuð þakka stjórn og starfsfólki fyrir gott starf á nokkuð krefjandi tímum og góða úrlausn verkefni hingað til áfram svona. Það sem mig langar að koma inn á er að við reynum að hafa það hugfast að allt sem við ræðum hér og þær niðurstöður sem við komumst að eftir þetta þing að þær móta brautina fyrir næstu kynslóð. Ekki síður en fyrir þá sem að hér er inni. Við þurfum að horfa inn á við til að lágmarka þröskulda til kynslóðaskipta. Gerum þetta ekki þyngra en þarf og spyrjum okkur sjálf hvað getum við gert til að lágmarka fjármagnsbindingu. Og ekki síst er mikilvægt að við stöndum vörð rekstrarskilyrðin og þar ætla ég ekki að hafa upptalninguna lengri. Við höfum ágætan nýliðunarstuðning til hjálpar kynslóðaskiptum en hann er kannski ekki farin að segja svo mikið, ekki frekar en 60 króna tollur á kartöflur eins og var einhvern tíma. En hvernig gerum við ungu fólki kleift að gera þetta, að verða bændur?
fjölskyldufólkinu sem minn kæri Þorgrímur ólympíufari orðaði svo vel og sem og annað sem hann kom inn á, að við þurfum að hafa þau í huga að það er ekki sjálfsagt að við afsegjum okkur sömu lífsgæðum og aðrir í samfélaginu hafa og berjast fyrir. Það var það sem ég vildi sagt hafa. Takk fyrir. Eigið gott þing. Forseti, ágætu þingfulltrúar, að veist að ég hef búin að takmarka ræðutíma árið pontu En ég var að velta fyrir mér að tillaga hérna sem liggur fyrir hvernig við höfum að hafa búnaðarþing og búgreinaþing. Mér finnst að við höfum að hafa þetta í 3 daga samfelldu beiti. Að byrja semast á kannski búgreinaþingi á fyrsta dagi þar sem löngu dagarnir hafa verið 2 daga deildin hafa þingað. Á öðrum dagi kemur hina deildinar inn. Eftir svona kaffi þann daginn væri þingsetning á búnaðarþingi og búnaðarþing á 3. degi. Áskiptið svo kvöldi þar á eftir, á föstudagskvöldi og allir glaðir þar á eftir Það væri búið að vinna heimavinnuna vel, flokka allar tillögur hvort það færi fyrir búnaðarþing eða búgreinaþing og við séum búin að græja þessar tillögur í fjarfundi áður en komum hingað eins og við erum ekki búin að gera núna hér í dag en eins og búgreinaþing allavega Nauggripabænda var búin að gera hérna daginn. Svoleiðis sýnst þetta að vera. Og þessi tími sem við höfum kannski í nefndastörf núna færi meira í brainstorming með stjórnarmönnum. Við skiptum þessi í nokkra hópa, 4-5 hópa liðinu, stjórnarmenn í hvern hóp og við förum yfir málefnin, hvað er í gangi og hvað er framöndan. Við fáum örugglega meiri virkni, hann er alltaf heilma ekki búin að koma hér í pontu og tala þetta, en við fáum alla til að tjá sig inn í litlum hópum við þetta góða stjórnarfólk sem við höfum hérna. Þetta er svona ein tillaga hvernig við getum uppstokkað þetta kerfi sem við erum að vinna í alla daga. Takk fyrir. Komið sæl, ég heiti Jón Örn. Ég er nautgripabóndi á Nýja-Bændur Eyjafjöllum og sit í stjórn Bændasamtakanna og sit á í 1 ár. Ég var með þessum bessa á fundi í gær hjá Högum og þar kom skýrt fram að vara sem merkt er erlendum uppruna eins og í kjöti, hún bara selst ekki. Og hún selst ekki nema þá mögulega ef að íslenska kjöt fæst ekki. Og því langaði mig að brýna nefndina sem sér merkingamálin að ydda þá tillögu vel og koma með skýra og sterka tillögu. Ég ætlaði að minnast á íslensk staðfest í því samhengi. Varðandi kynninguna frá Sjóvá hérna áðan, ef ykkur að áhyggjur af þessum vegarollum þá hafði ég samband við eigandann og þær eru ekki hérna lengur, þið vitið bara því. Og takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jón. Það er ekki kynntur að vera inni núna. Þarna, Reynir, gjör svo vel. Þú veist hvað ég er að segja. Þingforsetar, góði þingmenn. Það er greinilegt að stjórnin, hún hugsar mjög lík mál vegna þess að bæði Herdís og Jónur komu að því sem ég ætlaði að segja. En bara, ég er aðeins að hugsa hvað ég var að segja í staðinn. En sko, já, ég ætla bara að minnast þess að í kringum búgreinaþing eða rétt fyrir, eða bara þegar búgreinaþing var haldið, þá kemur Vigdís í sjónvarpsfréttir og vekur máls á merkingarmálum. Hún fær bara góða umfjöllun og virðist hafa svona haldið aðeins áfram. Það kemur allavega á Facebook mjög góð umfjöllun frá konu sem bjó í Hveragerði held ég. Og þetta er alltaf algjörlega ómetanlegt að hafa svona stuðning út hjá neytendum. Og þetta virðist bara vera svona málana hjá Íslendingum núna að vilja íslenskt fram yfir erlend. En já, ég held ég hafi þetta bara ekki lengra og tek undir það sem þau sögðu, Jón og Herdís, takk.
Takk fyrir þetta. Þá er að tröstbyrði síðastar mælendaskrá. Og með 31 punktu hérna. Já, þingforsetar, ágætu þingfulltrúar, ég ákvað að taka Björn Halldórsson á orðinu, hlýði ekki Gunnari og afhenda sjálfur með blóm. En svo ætla ég að veita þau lengra. Það er bara, ég ætla að vera snöggur að þessu. Þið sem hafi fylgst með að tekja eftir, þá var unnu við stór sigur núna fyrir nokkrum dögum hjá Icelandic Lamb. Hann Hafliði okkar Halldórsson, hann er búinn að standa vaktina þetta fyrir okkur núna alveg óður að koma veg og vanda lambakjötsins á framfæri og við erum komið með vottun, evrópska vottun á gæði okkar vöru. Þetta sýnir okkur öllum hvað við getum gert fyrir íslenska landbúnað. Við eigum að feta þessa slóð fleiri, nýta þetta góða fordæmi og berjast bara í því að þeir sem ætla að selja landbúnaðarvörur, þeir bara eiga að merkja þær, þá eru það keyptar. Hafliði minn, viltu koma aðeins hérna upp? Fljótur, ég hef bara 2 mínútur. Þá ætla ég að þakka Trausta og ykkur öllum sem tóku þátt í þessum umræðum fyrir bara frábærar og góðar umræður. Eina sem við höfum undan að kvarta hér er hvað þið voru sein að taka við ykkur. Við munum það kannski bara næst að drífa ykkur bara upp leið og Björn er búinn svona í byrjuninni. Þá er það nefndastörfin næst. Það er kaffi komið hérna fram sem við tökum bara með okkur inn í nefndirnar. Það eru 5 nefndir sem að starfa. Það er fjárhagsnefnd, þar sem að Axel Sæland er formaður og hann hefur með sér starfsmenn. Það er salur 4 og hann verður búinn til hérna inn í þessum sal. Þá er það stefnumörkun og félagsmál. Það er Björn Halldórsson sem ætlar að leiða þá vinnu og það er salur 5 og salur verður líka búinn til hér inni. Stefnumörkun, loftslags- og umhverfismál, það er Eygló sem ætlar að leiða það er salur 6 og hann verður líka búinn til hér inn í þessum sal. Þannig að þið sem eru í þessum nefndum að þið getur bara verið til þess að gera rólega og sótt ykkur kaffi. Svo eru það við sem þurfum að hlaupa hér upp á aðrar hæðir. Það er sem sagt stefnumörkun innri starfsskilyrði landbúnaðar, það er Oddný Anna og hún ætlar að leiða það er salur 13 og hann er upp á 3. hæð. Og síðan er það stefnumörkun varðandi ytri starfsskilyrði landbúnaðarins og það er Bessi sem ætlar að leiða þá vinnu og það er upp á 4. hæð, sal 14 upp á 4. hæð. Þannig að þá bara óska ég okkur góð starfs í nefndunum og við frestum fundi til morguns. Takk fyrir.